4, Mötley Crüe eru konur á fóninn. Þið ættu verið að fara að fatta hvað þetta þýðir. FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan, föstudaginn. Og Auður Blöndal heiti ég. Beint á móti mér sitja tveir snillingar, annar er mjúkur, hinn er harður. Og ég ætla bara að spyrja drengir, hvernig hafið það? Ég er fyllandi góður. Ég er fróðandi. En Egill, hvernig þú? Ég er bara svo nýr. En svo nýr? Já. Ok, nýtt svar. Þannig að þú hefur verið betri. Ég er bara svo nýr. Ég er nýr. Já, það er 15. janúar, þessi, janúarmánuður er eiginlega hálfnaður núna. Já. Ég held að sé ekkert margir að núti sem að fíli janúar. Ert þú að taka janúar eins og margir aðrir? Ertu þurr og ertu orðin græmitsæta? Það var ég sem byrjaði janúar blöð á sínum tíma. Já, ég myndi segja... Svo kom eitthvað sem heitir meistaramánuður. Ég startaði janúarruglunni þetta fyrir nokkur mánuð síðan með janúarblöð. Þetta er stórar yfirlýsingar. Já, ég stend undir. Heldur að þú sett fyrsti maðurinn sem ákvast að þurrkaði upp í janúar? Með þeim fyrstu, já. Er það? Já, árið 2011 hendi ég eitthvað hérna í útvarpinu sem heitir janúarblöð. Stóð við það í 2 ár, klikkaði í fyrra. Kom með 15 daga núna og ég er þurr. Þú varst fullur alltaf á nýjárs. Já, það gildir ekki. Nú, þetta er það ekki í janúar, eða? Já, 1. jan. Dastu í það 1. janúar? Datti ég, þú varst með mér hann að veit þessi sósu ölvaðar sjálfur. Það er að hendi ég er ekkert inn um janúarblöð. Hæ? Það er bara þú. Nei, ok, ég klikkaði þar, ég veit ekki hana. En annars ætla ég að reyna að halda þessu. Heyrist alveg nógu vel í fjörstindi? Ég bara hef ekki hugmynd það. Jú, hann heyrist ágætlega. Annars hækkar bara í mig. Þú ert á tökunum, ég treysti þig fullkóla. Ég myndi treysta þig fyrir lífið minn inn í þessu stúdíu. Gaman að heyra, takk fyrir það. En hvað ætlar að bjóða hlustandum upp á? Ég ætla að bjóða upp á algjöra veislu í dag. Ég myndi segja að þetta er ein mesta veislan sem við bjóðum upp á lengi. Þetta þú byrjar þáttur á stórum yfirlýsingu. Þú segir þetta segir besti þáttur í langa tíma og þú segist það var startað meistaramánuði. Já, Egill getur bakkað upp. Ég byrjaði með janúarblöð. En ég get alltaf bakkað upp. Ég var bara ekki janúarblöð var leiðilegur. Mér finnst það nóþólandi. Hann er leiðilegu blöð, ég veit ekki það. Já. Þurri blöð er leiðilegu blöð. Já, ég er alveg sammála því. Þurr blöð er leiðilegu blöð. En þátturinn í dag, við erum með góðan gesting kemur í heimsókn eftir. Erum við hættir að tala hvern annan í þriðju persónu og sjálf okkur? Nei, þetta er orðið gott. Við fáum Ingo Veðuguð í heimsókn og eftir daginn í dag þá verður hann vist ekki lengur kallaður Ingo Veðuguð því að hann er að breyta nafn á hljómsveitinni. Eigum við ekki að koma með einhverju hugmyndi fyrir hann? En stráka, við þurfum þess ekki af því að ég hendi á Twitterinn, ég bað hlustendur þáttarins, hlustendur FM 95 Blöðum að koma með nöfna því að Ingo hendi Facebook status núna nýlega. Hann hafa komið nýja hljómsveit. Já, hann hafa komið nýja hljómsveit sem á að heita Ingo og eitthvað. Og við erum komið með frá hlustendum okkar fullt af nöfnum til þess að bara koma með í rauninni bara uppástungur hvað hljómsveitin á að heita. Já, við komum inn á þetta eftir. Við komum inn á þetta eftir og ég get lofa ykkur því að það eru þetta nokkuð nöfn sem koma mjög sterk inn og ég held að Ingo muni hoppa þau. Já, Sóli Hólm, hann tekur óþægilega símtal í dag. Við erum búin að taka það upp og það var stórkostlegt. Hann hringdi í mömmu sína og sagðist það var lamið úlinga sem hendur snjóbolta í bílinn hans. Og það var á leiðin í blöðin, mjög skemmtilegt símtal. Laug líka, hann hefði verið í einhverju partíð með einhverja skrýtna pípu. Við erum með leikinn skets, við erum með útvarpsskets í fyrsta sinn í FM 95 Blöð. Við ákvaðum að henda, við höfum nú reyndar alveg gert það áður svona... Ekki svona bara alveg leikinn. Nei, reyndar ekki, það er rétt. Þetta er í fyrsta sinn. En við erum með leikinn skets fyrir ykkur eftir og við náttúrulega erum að skrifa skets á daginn og við erum að skrifa sketsaseríu, þannig að við erum í ágætisformi. Ákvaðum að hendi einn skemmtilegan skets og við fengum líka virkilega góðan gest. Gott cameo sem kemur á leikur. Gummi Ben meðal annars leikur í honum og fleiri. Hér stendur greinilega spurningakeppni Gilsarans. Það er bara hún var á seinasta keppni. Mér fannst þetta er að eskjuleitast mjög hratt. Mér fannst nú farið til vitleysu. Eigum við að þora að fara í þessa keppni í beinni? Það eru suma spurningar alveg rosalega óþægilega sem maður þarf aðeins að fara að hugsa sko. Maður ekki sko. En þetta er bara basic spurningakeppni. Verðum við spurningar af því hvort við höfum farið í þveng á árinu af því að það er nú ekki margir dagar liðnir á árinu. Nei sko. Hvort að við séum að fara að hendi hristing seinnipartinn. Steindi, maður spyrja þínu. Heldur þú að Björn Bragi, þegar hann er að spyrja fyrir Gettu betur, að keppendur sem eitthvað spurja hann, ég fyrir við spurðum þetta, ég fyrir við spurðum þetta. Er það líka spurningakeppni Gilsarans við Gettu betur? Það er náttúrulega spurningar. Þú vilt vinna Gettu betur. Ok, hvað er verið að keppa í dag? King of the, hvað er í dag? King of Laumuperri.
Glemdu því. Þetta hættulegt. Nei. Strax þetta hljóm titill. Þetta ekki keppni sem ég vil vinna. King of Laumuperri. Þetta bara keppni sem ég vil ekki taka þátt í. Fyrir utan það. Ég sammála því. Sko, ég get lofa því, þetta svona, þið viljið vinna þetta. Akkur láttu ekki bara Sóla og Ingo Veðugur taka þetta í dag? Nei, þetta því Anskotin hafa. Ég er svo forvitin að vita hver eitthvað tekur þetta. Það hlýtur eiginlega að vera Steindi. Hæ? Þú ert meiri Laumuperri en ég, eða ekki? Er ég meiri Laumuperri en þú? Það er þetta að segja beint úr því. Hvernig mögulega getur að fengja það út að ég sé meiri Laumuperri en þú? Ég er fjölskyldumæður. Já, ég veit að þessna þarf það að laumast. Er ég Laumuperri? Hvað gerir Laumuperri? Ég veit ekki hvað Laumuperri er. Þú heyraði spurningakeppnum eftir. Það ég sé með kíki og eitt dónut og njósnum ágrann. Og færða allt á hreint og eftir í spurningakeppni. Ok, þetta er allavega keppni sem maður vill ekki vinna. Ég heyri það strax. Þú getur heldur ekki verið að kalla mann Peeping Tom á fyrstu 5 mínútum í það. Ég var ekki að segja að vera Laumuperri. Ég sagði að þetta væri keppni sem þú voru að opna þáttinn og það er búið að kalla mig pervert. Tókst eftir, ég gerði það ekki. Já, ég tók eftir það. Þú laumar því, þú tókst þátt í. Það er mikill munur í kallið Laumuperra eða haldi að þú vinni keppnina. Þá er ég basically bara að segja, ég held að þú setja aðeins meiri perra en ég. Fattar þú? Þá ert þú ekkert engin Laumuperri samt, sko. Nei, mér finnst, ég er bara ósammála. Þetta kemur bara ljósa eftir. Hvort vil þú vera bara official perri, vita bara allir Íslandi út perri, eða Laumuperri? Hvort er... Bara hvorugt, herðu, hættum að tala perra maður. Við erum hérna með sofa hjá, giftast, drepa er á sínum stað líka. Við fyrir svo beint í það eftir hérna, hvor er meiri Laumuperri. Það var bara sofa hjá, giftast, drepa. Ég laka mikið til að fara í spurningakeppni í dag. Sturla staðrendir eru líka, hvort myndur freka þetta er eins og þið heyrið. Við náum valla að klára þetta í dag held ég að svo mikið að vera. En við ætlum að byrja þetta á dreng sem er á leiðin til landsins. Það er nú kannski, það er ekki að segja sér stutt í hann, en þetta finnst mér eiginlega breytt flottasta lagi í dag. Og þetta er kósí og þægilegt svona til að byrja þetta. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should. Huggulegt og fallegt lag hér hjá Justin Bieber sem heitir Love Yourself. Og þetta verður væntanlega tekið í kórnum núna í september. Það sem að Egill Einarsson fertugur, já kannski, nei, hann verður nú ekki orðinn 2 barna fæði þá, hann á allavega 1 krakka í dag. Ætlar að báða tónleikana, gaman að því. Það er rosalegt. Hvernig eru tónleikarnir? Verður í september. Já, ég næði ekki að hendi annað fyrir það. Nei, ég er að segja þannig að þú ert með 1 barn og verður hérna á báðum tónleikunum. Ég ætla að vera báðum tónleikunum. Vonandi eftir þá að fara, segðu mér að þú sért að fara með litlu frænkuðinni, þetta er ekki þú og Sveinn Andri bara fremstu við sögðu það. Þetta ekki að fara með litlu frænkuðinu og aðra tónleikana eða eitthvað? Ég ætla bara að vera hérna á báðum tónleikunum í Hlýrabónum. Nei, Ofurölvi að öskra á Bieber fremst. Ég ætla að vera leiðilega gæinn.
Ef ég næ tækifæri á að rífa hann á sviðinu, ég mun gera það. En það komið að slúðri hér í FM 95 blöð og ég með ágætis pakka handtekur hérna. Ég er ekki að reyna að vera leiðilegur. Nei, alltaf þegar þú segir þetta, þá ertu leiðilegur. Það slepptu því bara. Ég er alls ekki núna, ég er virkilega núna ekki að reyna að vera leiðilegur. Ég held þú aldrei sagt fyrir mig sem ég kynntist þér, nú er ég ekki að reyna að vera leiðilegur, en þegar þú segir það, þá ertu leiðilegur. Ok, en sko, ég hefði mögulega látt að senda þér iMessage eða Snapchat eða e-mail á hann. Með hvað? Ég sést með slúður í dag. Ertu með Miley, Patrik, eitthvað hotn? Ég get ekki farið út í búð nema fólk segi, verður ekki örugglega Miley hotnið og Patrik á Þvílíkt kjaftaði maður. Ég er ekki að kaupa það. Út af því að fólk er kannski ekki nógu duglega að fylgjast með nema bara, það heyrir bara hvað er frétta Miley og Patrik þegar ég uppdata þau. Ok, það er enda skarra að taka það núna í staðin fyrir slúður heldur hún setja þetta inn í miðjan þátt. Ok, byrjaðu á þessu. Já, ok, byrjum á trailer. Þetta er komið trailer. Já, mannst ekki, þetta er bara Arnold Schwarzenegger að tala í trailerinu, mannst ekki eftir þessu röslu. Þetta er komið trailer fyrir Miley og Patrik. Það er þetta. I know what you're thinking. What is Miley Cyrus doing right now? And I know you're wondering, what is Patrick Schwarzenegger doing right now? There is only one man who knows what they're doing right now. And that is DJ Muscle Boy! Oh my God, Miley just had a cup of coffee! Patrick was seen leaving a movie theater! Miley bought herself a pair of pants! Was that a girl touching Patrick? It's not a tumor. Take it back! Shit! There is no bathroom! Shut up! Bara eins og Arnold Schwarzenegger sagði shut up. Þetta komið gott, þetta var dreilin hér fyrir Miley Cyrus og Patrick Schwarzenegger hodni. Þetta er marga góða setningar eftir hann. Hvað ertu með handa okkur? Hanna, röglega já, sko, ég veit að það er allir að pæli því. Það er enginn að pæli því. Við hverjum er Miley núna. Já, þú varst að segja okkur daginn, hún var með Chris Hemsworth eða ekki? Já, sko, það er orðrómur. Bróðir Liam Hemsworth þarna, það er þetta toppleikari, það er töffari, sko. Liam Hemsworth. Ekki það, ég er alveg tím Miley, sko. Þau voru saman. Þau voru saman, já. Já, voru kærustupar og allir Miley aðdáendur, allir dedicated Miley aðdáendur, þeim dreymir að þau byrja aftur saman. Þetta er svona draumaparið fyrir allar diehard Miley aðdáendurna. Og þegar hún sett á Instagram daginn screenshot af skilabóð stóð I love you, þá fór Miley fanbase í gang. Það er bara þannig. Og eftir það hefur verið orðrómur að þau séu byrja að deyta aftur. Það sást til þeirra í Ástralíu yfir hátíðarnar og því að hefur nást myndaðinn. Það náðist myndaðinn í Ástralíu lappandi út af miðri götu, þannig að þau voru saman. Það er ekki orðrómur. Frábært. Er eitthvað meira? Þetta voru að spila trailer fyrir þetta? Ég veit það ekki. Spiluðu trailer í 1 mínútu fyrir þetta? Já, svo hann getur sagt okkur að Miley Cyrus og Liam Hemsworth Liam Hemsworth sáist saman. Já, sko, málið er að sem pirrar alla geðveikt. Já, hvað pirrar alla geðveikt? Er að, þú veist, þau kommentu hvoru á þetta. Það er ekki til eitt komment, hvorki frá Liam, með Miley, þau grjót halda kjafti. Já, ok. En, býtum nú við. Ég mæli mig að fá það sæti núna. Já, ég er ekkert smá spenntur. Já, við setjum báði líka. Hörðu, þau sjást, haldast í hendur og kissast í eftirpartíum daginn eftir The Golden Globes. Ég því miður ekki með mynda þessu, en það er vitni sem segir að þau héldu til hendur and they were kissing. Og síðan er ég með quote í vin þeirra sem segir they're in a passionate phase of reconnecting. Sérstu, þau eru að reconnecta aftur. Þau eru basically að byrja að deyta aftur eins og séu bara að vera kærust og fara. Sko ég dæta þess út. Erum við að tala um Miley og Patrick? Liam, assface. Þetta flókið það. Það hætti með Patrick út að strauk baki á 3. kærastun sinni og fyrir útihald. Í Mexiko. Liam, assface. Hver er aftur Liam? Bróður Chris Hemsworth, ég var að segja það. Sem var í One Direction. Nei, sem er bara einn heitasti leikari heims í dag. Sem leikur Thor í Avengers. Hann er,
sko, Steindi, hann með hættulega lága grindaðastölu. Þetta flokkast ekki undir að með lága grindaðastölu, það veit ekki. Þetta fer bara allt í eitt graut hérna hjá manni. Liam Hemsworth lék Billy the Kid í Expendables 2, sko. Þetta ekki bara einhver leikari. Nei. En var þetta sem sagt... Það að gera hjá hann. Var þetta Miley og Patrick Hodnið? Nei, ok. Ég er meira að segja, sko, Stonefucker greip fram með fyrir mér. Ég er með kvót í annan heimildamann sem segir She never really got over Liam, segir hún. Sem vil meina það að hún er ennþá verið með tilfinningar, gaggótt honum, því hún var með mínu manni, Patrick Schwarzenegger, sem ég veitur neðan allar hellur. Það er alltaf ljótt af henni. Og þá spyrir þið, en hvað er gert sem Miley, nei Patrick núna? Nei, ég spurði ekki að því. Spurði þú að þetta? Ég heldur kannski að líka hans sé in the shitter. Nei, það var enginn að spyrja og ég held að sé bara öllum hérna inni drullu saman um að þér. Nei, hans er ekki in the shitter, ég lofa með því. Hann var í Sun Valley, Idaho, á skíðum á áramótunum. Og frábært. Eitt sem var fór út um allt, alla slúðumila. Hann sást rölt götur LA og leiði hann á kaffihús. Vanalega hann að leiða hundi sinn. Hann hélt á hundinu. Guð, almáttur. Herðu, þetta var hérna Miley, Patrick, viðbjóðsóðni. Hér strax eftir auglýsingar kortmyndur frekar og leikinn skets. Þetta bara aldrei aftur. Heilsuátak FM 957. Nú er nýtt ár gengið í garð og að því tilefni ætlar FM 957 ásamt samstarfsaðilum að hjálpa hlustendur sínum að koma heilsunni í betra lag. Skráðu þig inn á fm957.is og þú gætir unnið mánaðarkort í heilsurækt frá World Class, Stacker 4 brennslutöflur frá sportlíf.is, gjafabréf frá New Balance, gjafabréf frá veitingastafnum XO og iHealth Edge heilsugur frá Eirberg lífstíl Kringlunni. Allt sem þarf til að rækta líkama og sál. Fylgstu vel með og komdu þeir í toppform á nýju ári. 30-60% afsláttur, það er vörupartí. Geysir, Skólavörðustíg 7 og 16 og Akureyri. Fyrst Beyoncé, nú El King. Það eru allir að tala um XO, heitasta hotla skyndibittan á Íslandi. XO, Jóðarhúsinu, Vesturbæ. Byrjaðu nýja árið með látum. Í World Class finnur þú fjölbreytta opna hóptíma, spennandi námskeið og fyrsta flokks heilsulind. Kortafar fá ótakmarkaðan aðgang að 10 stöðum og 4 sundlaugum. World Class, það sem hjartað slær. Bátur vikunar á Kvistnos er smalabiti á aðeins 599 krónur. Kvistnos. Crossfit á heima í sporthúsinu. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Fáðu Joe í heimsókn. Við mætum á svæðið með alla græjur svo við getum boðið upp á alvöru samlokur og juice. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Á Vegamótum bjóðum við upp á 30 bjórtegundir. Kíktu í bjór og burger. Vegamót. Kjötbotnar, blómkálsbotnar, alls konar botnar fyrir alls konar pizzur. Ugly, Go-Boy, Smiðjuvegi 2, 552 6060. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Tempa hér með Written in the Stars og ég vona að sé skrifað í skíin eða stjörnundar að Ísland vinna á eftir. Það er að sjálfsögðu handboltinn á eftir Ísland-Noregur, svaðaleikur og við munum fylgjast vel með því hér strákarnir. Spenntir fyrir því. En áður við fáum óþægilega símtalið og leikinn skets hér í FM 95 Blö. Ætlum að fara í fastan lið sem er á, hverjum förstu degi oftast og hann heitir Kortmundur Frekar. Það er komið að því. Yes. Það er komið á honum og eru þau tilbúinir, drengir? Já, við erum tilbúinir, ég kláði það. Þetta er ekki flókið, ég spyrir drengina hér spurningu hvort þið myndir frekar að gera þetta eða hitt og það eru 3 spurningar svo alltaf. Já. Fyrsta spurning, hvort myndir frekast gera vegan það sem er bara eftir ævi ykkar eða hætta að stunda kynlíf? Býtu, ég skil ekki spurninguna, að vera grænmetisæta? Sko, þetta er aðeins meira hardcore en grænmetisæta. Þú mátt ekki búin að mjólkur aður og heldur. Þú mátt ekki fara skýr eða neitt, sko. En okkur ættum maður að taka það fram fyrir... Engin skýr, ekki að velja það? Okkur ættum að velja það? Og í staðin fyrir að... Stundi ekki eftir kynlíf? Aldrei aftur mög. Eða þú ert... Já, sorry, ok, ég var að miskilja og bara svo veitir að KFC er ekki... Ertu þunnur? Nei. Rosaló, tengdur eitthvað? Já, ég já, bara sko... Er KFC með eitthvað svo vegan matsið? Já, sko... Jú, þeir eru með eitthvað salat þetta, sko.
Já, það er kjúklingur í því, sko. Já, djúpsteiktur kjúklingur í því. Já, ég veit ekki hversu djúpsteiktur hann en sko... Þannig að ég get aldrei fengið með nautalönd, ég get aldrei fengið með humar, ég get aldrei fengið með kjúkling, aldrei lax og ég er að professional bodybuilder. Nei, þú ert ekki professional bodybuilder, þú ert þjálfari. Frekar erfitt fyrir mig að... Ég ætla að leggja fyrirliðan. Það er að setja kynlífið á hilluna? Á hilluna, því miður. Í alvörinni? Já. Sverðu það, myndur þau frekar aldrei stunda kynlíf aftur heldur en að gerast vegan? Hvað myndir þú gera? Hvað ætlar að gera? Ég yrði að gerast vegan. Akkur? Aldrei stunda kynlíf aftur. Ég var alveg til að, ég veit ég kannski ekki svo yngsti, en ég var alveg til að eignast eitt krakka í daginn. Hvað ætlar að fara að borða ykkur? Þetta varst ekki að kalla mig eitthvað pervert í byrjun þáttar? Já, er það pervert að ég skulle vilja kannski eignast barn einhvern tímann? Já, við bara, finnst þú taka helviti mikið á þig til þess að geta verið eitthvað... Að vera annarkvort vegan eða stunda aldrei kynlíf aftur. Ég er pervert að því ég tek vegan. Já, vera bandalast eitthvað svona eitthvað og... ég veit ekki, mér finnst það bara hálf perralegt svar í þér. Nei, hvað fæ ég mér í kvöld? Ætli myndi ekki fá mér eitthvað salat? Ok, ég viðurkenni að þetta er erfitt, en hugsa þetta samt blöð. Nú, þú elskar alveg, þú borðar mikið af kjúkling, alltaf í hátteginu. Þú elskar nautakjöt, þú elskar pítsur. Og þú veist að það er líka... Ég má alveg borða pítsur. Aldrei aftur... Nei, hvað pítsu ætlar að borða? Og þú veist að... Ég er bara ekki með einu kjöt á. Og þú veist að ef þú hittir einhverja stelpu og vilt eignast barn með henni, þá er þetta að gera það öðruvísi en með samförum. Já. Sko, reyndar sum pítsstæðir búin að bjóða upp á svona vegan pítsur, en það er kannski ein pítsa á matseðli sem sleppur, sko. Nú vil ég ekki vera leiðileg við vegan fólk, en það er eitthvað sem segir mér að vegan pizza sé ekkit besta pizza sem hún fær, sko. Nei, það er mjög þannig. Steindi, nú ert þú... Ég held þú getur sko vanið mesti ruslahaugur sem ég þekki þegar kemur að mataræði. Nú getur þú sko vanið bragðlaukuna. Þú veist, ef þú byrjar að borða, eins og ég, að mínum að eru grænmetisætur að borða viðbjóðslegt drasl. En sko, en þú getur þetta kemur frá þér. Ja, þú getur vanið þig á það, skilur við. Þú veist hvað þetta er að fara? Já. Þú veist, vont bragð getur orðið, þú veist, bara bragð af bragðlausu þurru káli og endalausi tómatar og vesen. Þetta verður allt innu bara eins og bara steik fyrir okkur, sko, með tímanum held ég. En hvað tekur þú? Ég myndi að sjálfsögðu setja fermingabróðurinn á hilluna. Nei, straka, þið eru báðir að ljúga núna. Maður getur, sko... Ég er ekki að kaupa þetta. Nei, mér langar til dæmis kannski fleiri börn í framtíðinni. Þá get ég alveg gert það. Já, en þú mátt bara aldrei stunda kynlíf á þetta með konuninni. Já, en... Í staðin fyrir að geta bara salat. Já, ég meina, hefur þú smakkað salat? Ég veit að þú er ekki smakað, en það er til fullt að góða salatum. Maður getur farið í hnetusteik og það er hægt að bjarga sér að þetta er ekki allt hæðilegt, sko. Ég hef aldrei pantað mér neitt á matsölustað og alltaf þegar ég pantað mér eitthvað. Þá pantar þau koktelsósu? Nei, já, pluss það, auðvitað. Að fá sér eitt teilar á góðum föstudegi er allt í lagi, en ég segi alltaf mínus kál. Mínus græmmiti. Ekki græmið. Þannig að ég er svo einu sem myndi gerast vegan einn á okkur. Ekki fylla diski minna skrauti sem gerir ekki neitt. Það er ekki bragða því. Veistu hvað, ég get lofa ykkur því að þetta er bara til þess að gúttira og fá okkur sálafrið. Ef þú ert að borða ykkur á máltíð og þið finnst þið líða eitthvað betur með því að það er smá kála á sig líka. Það gerir ekki neitt. Það er ekki fara að bjarga nefnir vaskífi. Þið er ekkert að reyna að vera fyndnir í þættunum, þið myndir báðir hætta á stundu kynlíf. Já, við erum sammála. Já, ok. Þá er það næsta spurning. Þeir eru stattir á Eyðeyju. Nú byrja á þér, Egill. Þú ert stattir á Eyðeyju. Það er skip sem strandar. Hvort myndir við taka mig eða Steinda með þér á Eyðeyjuna? Veitu, hvað strandaðist á skip? Bara á Eyðeyju. Já, og hvað er það? 2 farþegar þar eða? Já, við erum hinn druknuðu. Hinn druknuðu? Þannig að, ok, þetta er orðið alltaf spurning. Þú ert að spyrja hvor okkar vill að lifa af. Nei, hinn var ekki á bátnum. Sko, þannig er ég að hugsa að lifa af. Já. Og það var rosalega gott að hafa einn vel feitan. Þetta því að í Survivor er þannig Þetta tala um að ef ég myndi þá deyja þá getur þú meira til að borða. Þú getur líklega að lifa á þínum fituforða. Þú myndir ekki borða núna, bara drekka vatn. Þú getur lifað í svona 5 ár. 5 ár? Maður spyrir einn, hversu feitur heldur ég sé? Af því að ég er bara í fínu formi núna. Þannig að ég heyri að þú myndir taka Steinda. Ég er 14%. Já, það er bara miklu gáðulegra. Ég er 14%. Já, þú myndir, þú bara að drekka vatn, þú myndir deyja eftir 5-6 En ég var í líklegri að hjálpa þér að veiða dýr og svona. Að veiða dýr? Já, en sérlega veiða? En þú var átt að ef þú fari ekki að borða strax, þá ertu engi fituforði til þess að bakkað upp til þess að lifa daginn. Ef ég væri með svartan Tóbi hann er bara með bensín út allan líkamann.
Ég sko, málega það, ég geti byggt gott strjáhús, ég geti veitt litli sín, ég geti, ef ég væri með svartan tófi á mig, geti ég verið að hýsi upp ykkur sjóbyrting allan dag. Hann er ekki að velja þig að því hann heldur að setja góður að hendi strjákó að veiða, hann er að velja því að líkaminn er eitt bensín að því það er svo mikið utan við það. Það er eins og að vera að kúra uppið opn hjá okkur á nóttinni, hjá okkur allir ef við værum fastur á Egil er búin að velja, konta ekki þú, mig eða Egil og Egil. Sko, það er eiginlega nefnilega svolítið sama svar, því að sko, ef Egil kæmist ekki í ræktina. Er ég ekki með neinum á Egil? Nei, málið það sko, að þú ert svona kannski grenstur á okkur, því að ef Egil sko, ég myndi halda sko að nú er Egil vöðvaður, en þeir rýrna sko, ég held að Egil geti alveg orðið sko smá hlussa ef hann myndi ekki sinna ræktinni. Fattar þú? Þannig að hann myndi svona, við værum sko eflaust eftir bara svona 3-4 mánuði væri þetta bara þeir feiti gæjar að kúra og bara algjör Þeir feiti gæjar að Egil? Nei, það er ólíklegt. Ættu þið myndi menda sem lovers eða? Já, við skulum nú ekki fara við strikið, Nei, okay. Við skulum ekki fara á langt með þetta. Þannig að þið takkið gott annan. Það væri ekki ólíklegt. Þið takkið gott annan. Já, ok. Gaman að heyra. Þá var það síðasta spurningin og hún hljómar svo. Hvort þessi kom hérna á netinu, Jonni hendi í þessa, ég mjög ánægð með hana. Jonni, já. Já, Jón Nordal, og ég spyr, hvort myndið frekar vilja vera með tippi sem nef eða 2 píkur sem eyru? Guð minn góður. Þetta er ekki eðlileg spurning. Nei, það er svona óeðlileg spurning. Já, en hún er svona skemmtilegt að byrja að pæla í henni. Hvaða stærð á tippi væri þetta fram? Það skiptir líka. Þetta var í dyrabjallan þín. Já, ég meina, þú veist, við erum að tala um, þetta sko, það skiptir rosalega miklu máli. Ok, bara jafn stórt og en þú finnur lykt með limnum og þú heyrir með og gætirðu, sem sagt, myndirðu fá ris, eða? Guð minn góður, myndirðu fá ris. Það sagði það á FM 957 auðvitað fá perrin beint í það. Myndirðu fá ris. Það er það fyrsta sem þú byrjar að hugsa Hvernig á ég að orða þetta? Myndir maður fá stampínu eða ekki? Núna er einhver að senda e-mail á fm.fm.is. Nei, það er ekki svo að þetta sé eitthvað dómur Við leina til að hangandi þetta bara. Það er mjög mikil dónarkapur. Í miðju andlitinu. Ég er bara ákveða. Í miðju andlitinu. Hvað finnst þið betra að hann sé í standið? Nei, menn þetta er bara mjög auðveld spurning. Kvenmanns kynfæri og hafa sem eyru þegar maður getur bara verið með hár yfir það. Ég er bara húublöð, ég tek bara húublöð. Húublöð? Já, ég húa mig. En þið mættið ekki að nota húu? Mættum ekki að nota húu. Þú veist það alltaf breytandi miðju svörum. Það er ekki hægt. Þið megið ekki að nota húu? Ok, þá myndum maður safna hári. Myndum safna kröllum eins og sveppi. Eða maður myndi safna bara jafnvel bara skapahárum. Þannig að þið takkið báðu þetta? Og bara með svona 2 krullur sikkur með. Það var auðvitað mjög skemmtileg stúk. Hér eftir smástund förum við í óþægilega símtalið og leikinn skets, ekki missa því. En hér er komið lag sem er líka í miklu uppátt af mér. Það er góð tónlist þetta í dag, maður. Svo þetta er Rita Ora og Sigma með lagið Coming Home. Are you ready? Pantaðu pizzuna þína núna á pizzan.is. That was the last normal day of my life. We called them the others. Við fengum enga viðvörun. This is a full-on attack. Þau fela sig meðal okkar. How are we supposed to fight the others if we don't know what they are? I want to be ready. Good. We have to stop them. Fifth Wave. Komin í bíó. Á smáréttaselinum okkar á vegamótum er til dæmis humarúlla með chili mayo og wakame salati. Kíktu á vegamót.is. Við erum alltaf í leiðinni. Sólbaðstofan Smart, Grensásvegi, sími 533 3350. Útsalan er hafin. Alltaf 60% afsláttur. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Höfðabílar. Vantar allar gerðir af bílum á skrá. Hafðu samband og við seljum bílinn þinn. Höfðabílar, Fossálsi 27. Sími 577 4747. Nám í grafík og markmiðlun hjá NTVAF skólanum. Photoshop Expert, alvöru vefsíðu gerði í WordPress eða grafísk hönnun. Lærðu og gerðu sjálfur. Reyndir kennarar og raunverkefni. NTVAF skólinn. ntvaf.is. Næstur og kemur á fabrikuna, prófaðu þá Sesarsalatið. Það er heiðusborgari vikunar á fabrikunni og fæst með 500 krónar afslætti þessa vikuna. Íslenska hamborgarafabrikan. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð.
Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það eru Auðun Blöndal Já, nýtt nafn Egill Einarsson, Steindi Junior og góður vinur þáttarins þessi drengu með mér á mánudögum í rúman mánuð hér í FM 95 Blö. Hann heitir Sóli Hólm, vertu velkomin. Takk hérlega, gaman að koma aftur. Ég hef ekkert komið síðan. Nei, þú ekkert komið síðan á varst bara. Rosalega svona þægileg nærvera og þarft að koma aftar. Já, ég er til í það sko. Og ég segi þetta ekki af alla gestir mína, Sóli. Óbósta lítur þau vel út. Takk. Ég er ekkert að segja og lítur Hver með það? Það er sko sjálfu mér og geðhöfðingin. Geðhöfðingin að taka í gegn. Hann er með bara svipun á mér. Já. Ertu byrjað að taka Cursed og allt þetta inn eða? America Weight Gainer, Cursed og brennslu. Ég er að gera clean. Ég er að gera allt clean. Allt clean? Já, ég er að byrja því. Mér finnst það vera svo mikið metnaðlýsi. Akkur tekur ekki einu rassinn og nærða svona smá kickstartið. Það er 3 mánuði og 1 mánuði bara reynsla minni þessi. Ef ég næ svona 4 mjög steddi mánuðum, þá vil ég ekkert löglegt. Já. Þá vil ég bara pillur sem í glæru glasi. Ef þú nærða þrauki 4 mánuði, þá er ég tilbúin í það. Ég vil ekki byrja á styrónum. Að þú segir þessar töflur, að reysum að fólk sem er að fara að koma sér í form og það er einhver engaþjálfari sem er svona pínu fishy að núti og réttir ykkur brennslu töflur sem er í vökvaformi inn í töflunni, sleppið þeim. Þú sefur ekki. Það er reyndar að góða við sko Egil að hann hefur aldrei mælt með einu efnu við mig. Aldrei. En leiðu þú tekur þessar 4 mánuði og að þú ætlar að taka 4 mánuði alveg clean og nær því og ætlar svo að fara að flössa og rauta og svona, þá hringir ég mig og ég kem beint með því. Já, ok. Það byrja þar. Já, er ekki allt gott að frétta hans? Jú. Við náttúrulega erum á leiðinni óþægilega síndalega, bara svo langt fyrir maður séð þig. Já, jú, bara sama, skilur við, maður er bara að skemmta og náttúrulega, já, samkeppnisaðala, það er Rás 2, er þar í útvarpinu og þú veist, þetta er bara, það er ekkert búið að gerast, sko. Það er brjálega að gera það, ég er að fara á Þorrablót afturheldingar 23. og það er engin annar en Sóli Hólm vissistjóri. Nú, 23. jan, þú ert ekki að taka janúarblöðin svo ég. Nei, ég ætla ekki að fara að ljúga hlustendum, það er ekki hægt að mæta Þorrablót án þess að fá sér nokkra. Það er rétt. Ég myndi vera mjög vonsvíkin líka ef að þú af öllum mönnum er edrú, það sem ég er að segja. Þú meinar, hann skildi velja þetta eina kvöld á árinu. Nákvæmlega, það var ekki að taka þriðjudaginn frekar. En óþægilega síndali, hvað ætlum að hendi hérna á eftir? Ég ætla að ringi mömmu. Já, mamma henni, er hún auðtrúa? Hún er rosalega auðtrúa, ég er búin að ljúga öllu að henni, ég er búin að senda hana út bara allt land til þess að spurja fólk út í legar gegn tíðina sko og hún er náttúrulega, ég er náttúrulega mömmustrákur, ég er skilnaða barn alveg upp í móðu minni frá 5 ára aldri. Já, represent ekki það. Nákvæmlega og þannig að þú veist, mamma, ég er rosa mömmustrákur, hún trúir engu illu upp á mig en ef það er eitthvað þá bakkar hún alltaf upp og ég vona að hún gera það. Já, við ætlum að vinna með hvað, þú hefur að berja börn. Berja ólinga og til þess að tryggja þetta alveg gjössalega þá erum við búin að redda snúru sem við tengjum í GSM síma þinn þannig að þegar þú ringir í hana þá það kemur út eins og sért að ringja bara úr þínum síma. Við erum ekki með eitthvað fyrirtækjanúmer eða leinunúmer. Það mun vera stöffið sem er að fara að loka þessum. Já, við skulum fá hérna eitt lag svo bara þegar Sóli Hólm í óþægilega síndali og ringir í mömmu sína. Er þið klárið? Fáum eitt lag fyrst. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we gon' play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Það held ég, kæru hlustendur, það er komið að því. Sóli Hólm er tilbúin, hér förum við í óþægilega símtalið. Tjekkum á þessum. Halló. Hæ. Hæ. Hvað segirðu? Fínt. Hvað er þú? Heima. Herðu, nú er ég er fókt núna. Nú hvað? Ég var að keyra hérna eftir Neshaga áðan. Já. Og það er einhverjir svona 2 14 ára svona skítakrakkar sem að kasta snjóbolta í bílinn. Já. Og ég bara fauk í mig. Já. Ég bara stoppa og þeir hlaupi burt og ég hleypa eftir þeim. Já. Og svo næ ég þeim og svona rífi úlpuna hjá einu þeirra. Já. Og þú veist, er ekki að gera neitt sko, ég bara held í úlpuna og er að raun yfir það og bara segja, þú veist, maður gerir ekki svona. Þá hrækir einn í andlitið á mér.
Já. Þannig ég fellt hann. Já. Og hann lendir með munnin á einhverjum kantsteini. Já. Og það brotnar úr einhverju tönnu og eitthvað. Já, nú bara verið að hóta mér, þú veist, að defa að fara í málið og eitthvað. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Hver það mál? Bara, þú veist, bara blöðin. Þú veist, þetta getur eyðilagt með mamma. Þetta getur rústa ferlinum. Og hver að kæra mig og eitthvað kjaftaði, sko. Pappans? Já. Hæ? Pappans hringdi mig á hann og bara var brjálaður og sagði að þetta væri stór tjón og þú veist að þetta bara fara með þetta í blöðin og eitthvað svona. Vist, ég var bara ógeðslega pirraður. Já. Vist, ég var alveg pínu, ég gekk allt á langt, ég bara undir álagi, skilur, fekk mér nokkra bjóra í gær með strákunum og hálf þunnur einhvern veginn og pirraður og bara einhvern veginn, ég var bara ekkit í neinu ástandi til að takast á eitthvað svona. Þess vegna brást ég svona við. Svo var eitthvað, ég hótaði þeim eitthvað líka. Hótaði þú? Já. Hvað sagðir við á? Ég sagði bara, ég myndi drepa þá. Já. Ég myndi drepa þá ef myndi vera bara, ég man ekki hvað, ég myndi sjá það aftur eða eitthvað. Það var kannski aðeins svo langt gengið. Þetta bara... Það er hræðilegt að láta skapið hlaupa svona með sig. Þetta er agalegt. Ég veit ekki hvað er hægt að gera. Heldur að setja þetta í blöðin? Já, ég veit ekki, það er bara tilbúin að svara þessu. Ég vildi bara koma hreint fram og eins og veist svolítið, búin að vera að drekka eins og... Já, það er alveg... Þú veist, og ef maður er þunnur og ef maður er ekkert í standi til að takast á þessu og svo í gær voru strákarnir með einhverja pípu, þú veist, sem ég var að prófa líka. Pípu af hassi? Ég veit ekki hvað það var. Hvað er strákar? Þetta voru bara strákar sem ég er ekki kannski bestu vinir mínir, bara svona... Gekk ég á langt? Já. Þú þarft bara að byrja afsökunar, sko, og hætta að drekka, það er bara málið. Það er náttúrulega ekki gaman. Að vera edru allt, eða skilur maður vill alveg geta stjammað. Það er ekki svo hafa verið fullur að gera þetta. Nei, ég veit, en þetta er samt einhver pípa. Hvað, ertu orðin alveg snarklikkaður? Hæ? Ég ringdi beint í þig, það er bara að maður ringir alltaf beint í mömmu. Þetta er ekki skemmtilegt. Hann er á mjög skrýtnum stað, hann er einnig eftir 95 blöð með mér og Steinda, ég heiti Öddi. Mamma, ég myndi aldrei gera þetta. Mér finnst það líka alveg. Hann var ekki að reykja neitt í pípu í gerð. Ég var ekki eins og að drekka, ég sofnaði með strákunum. Ég fór á skíði, mamma, heldur ég bara farið beint á fyllir og reykja pípu. Og svo að berja börn. Hvað veit ég? Hvað veit ég? Það veistu það er greinlegt, þú stóðst með mér ansi lengi. Já, þú getur treyst með mér. Já. Sóli getur greinilega að fara út í bæ og skiti alveg smá á sig. Já, mamma fyrirgefur mér ansi mikið. Já, þú fyrirgefur honum. Já, þetta er svo lýgilegt. Sorry með þetta, en hann gerði ekkert af sér. Ekki neitt. Ok. Ég er ekki bara eitt einasta barn. Og er ekki að leiðin að gera. Bless. Gaman að heyri. Bless, vikingar. Herður, hún vildi losa strax. Hún var bara, bless. Hún vildi bara koma sér út þessu síntali. Skiljanlega. Þetta er svolítið, þú veist, þetta er líka að vera að dempa á hana svolítið miklu í einu, sko. Það var ekki bara það, hann hafi, sko, verið að lemja ykkur að krakka. Heldur líka komin í hassið og... Já, ég menna allavega einhverja pípu, við veitum ekki hvað var í. Já, einhverja pípu og hann var búin að var þunnur og í tómurugli. Og líka með strákun sem það er hræðileg lína fyrir mömmu manns að heyra. Með hvernig varstu? Æ, ekkert vinum mínum. Nei, ok, bara hvaða hóp ertu komið? Æja, bara með einhverju gæm.
Einhverjum svona neysluvinum. En þetta var óþægilega símtalið, Sóli Hólm fór á kostum, það alltaf gott þegar maður sé viðmælandan svitna og Sóli, ég sé svita það á enninu. Ég var samt mest stressaður því að mamma myndi ekki skamma mig, að hún myndi fyrirgefa mér allt. Herðu, hún bakkaði helviti lengi. Já. En þú veist. Og hún líka á því, ég meina, þú veist, börn eigi ekki rífa kjaft. Þetta var uppbyldið sem ég fekk. Ef maður reif kjaft við einhvern og þú var refsað, þá bara, já, þú ert ekki rífa kjaft. Hann krakkir hægti framan í þig, þú brausti honum tönn, þú barðið börn, en pípan var áhyggjefni. Pípan var vesen. Þetta var óþægilega símtali. Og lífsförunautar, þeir að hlusta á FM 95 Blö, hér á FM 957, Steindi Jón, Auðun Blöndal, Egill Gils með ykkur á þessum glæsilega föstudegi. Og það er komið að glænýjum, ég segi kannski ekki dagskrálið, en þessi liður gæti dottinn reglulega. Og það er, við höfum tekið ákvörðum það, að byrja að henda í leikna sketsa. Já, eins og fólk hefur kannski tekið eftir á Snapchatinu hjá okkur, FM 95 Blå Snapchatinu, að þá er við Steindi og Sveppi að skrifa sketsaserju. Þannig við erum í svona ágætis sketsaformi. Og ákvæðum að skrifa eitt skets núna hérna fyrir útvarpið. Og það er svolítið öðru sig að henda líka í útvarpskets. Útvarpsleikri, það er allt öðru sig. Og hérna við erum þarna með Gumma Ben að leika læknir og... Já, Gummi Ben var þetta á ganginu hjá okkur og við náðum sko, Egill, þú varst ekki mættur. Þannig að við kiftum Gumma Ben í stúdíu og letum að leika lækni og það er í fyrsta skipti og sko Öddi sagði orðið að hann var í besti læknir síðan Dr. Saxi var hérna. Það er bara þannig og svona til að koma fólki kannski aðeins inn í sketsina þá var þessi skets samin þegar að Steindi var að flytja. Því að það var óþólandi að hlusta á hann Steinþór Hróa Steinþórsson þegar hann var að flytja. Það var allt svo mikið skellur og það var allt svo mikið vesen og það var eins og fyrir hann að flytja var bara mesta vesen í heimi. Það tók okkur 6 mánuði. Já, tók 6 mánuði og það var alltaf væl. Það bonda allir við það. Það er öllegt að flytja og það tekur 6 mánuði að flytja. Þannig að sketsin sem við erum að fara í, hann gerist, já þegar við komum inn í sketsin núna þá erum við stödd á spítala og það er eitt félagi að hitta vin sinn sem er með veikan strák í rúmunu. Þannig að þið komið ykkur aðeins inn í sketsin, ímyndið ykkur að við erum að fara með þetta leikrit inn á spítala og þar byrjar það. Sælinur. Blessaður, hvað segirðu? Ég er ágættur svona þannig síðan sko. Herru, hvernig hefur svo stuttið? Er hann eitthvað að braggast í það? Já, svona, hann er stöðugur núna sko, en nóttin var svolítið erfið. Hann var vakandi allan nótt, hóstaði mikið og gæti ekkert sofið greið. Láttu mig þekkja það maður. Það var hræðileg nótt hjá mér líka. Ég er nánast ósofinn sko. Kötturum var breymandi allan nótt og slapp svo út gluggan og ég var leitandi á honum endalaust og ég svaf í einhverja 2 tíma samtalseldi sko. Ég er ekki að meika á að vera kettlingafull maður, það er bara mikið sko. Já, menar. Svo tengdamamma náttúrulega hinum meginn, hún fekk blóðtappaðan daginn og Sigrún minni með annan fótinn þar og við erum bara svona hlaupað hérna á milli. Já, einmitt. Svo það er búið að vera svolítið álag á fjölskyldunni, við erum bara hérna upp á sjúkrahúsi. Já, segðu þau sama hér maður, við erum alltaf að flytja sko, ég og Gulla sko, í Súlunesi. Þessi skellur að flytja maður fyrir fram og tilbaka og maður að græja og gera og búin að mála eldhúsið 3 ára, það var eitthvað djús veggfóður sem var alltaf fyrir sko. Okay. Svo vill Gulla rífa flísatan á baðinu og með annan fótinn í tröllakornum á sama tíma einhvern veginn að tæma þar allt og þrífa og við þurfum að skila því á okkur bara mánaðamótin en þetta er bara djús skellur og hún að skella mér sko. Herðu, Bjarki, við vorum að fara yfir þetta allt saman hér og við þurfum því miður að fara með guttan aftur niður og gera fleiri rannsóknir. Verðum bara að vona það besta síðan. Ég trúi þér ekki. Já, því miður. Hann er að taka eitthvað illa í lyfin sem við reyndum á hann. Anskotin maður, það er nú ömurlegt að heyra. Það getur allavega að hugga við það, þú ert ekki að flytja. Ha? Er þetta að flytja? Já, þvílíkt vesen sko. Djöfisir skellur það maður. Herru, hvað er að gerast? Á hverju vælu öll tækinu hérna? Hvað er í gangi? Hann er farin í stopp, við þurfum að bregðast hratt við. Læknar, komið, ég þarf hjálp núna. Hníf strax inn, skurðbrettið. Hann er konið í hjartastopp. Hæ, skan. Hæ, hitti ég þá? Nei, ég er góður. Það er bara eitthvað djöfis læti hérna, það er eitthvað smá vesen og strákun og spjarka hérna. Flutningabílinn er allt og lítill, þetta kemst aldrei að fyrir. Djöfis er skellur. Við þurfum það bara að panta stærri bíl. Það er allir vindar að blása á móti mann í þessum djöfisins flutningum. Herru Bjarki, ég verð að fara, ég hef engan tími í þetta. Konan var að hringja brjálu og bíllinn er komin og það er allt í rugl út af þessum flutningum. Verðum í bandi. Þetta var, útafskets, fyrsti útafsketsin hér í FM 95 Blöð. Við þakkum henni Ósk kærlega fyrir aðstoðina og Gumma Ben. Alltaf gaman að Gumma öskrandi. Já, það er hressandi og ég hef ekki bara setið þetta í hendurnar á Twitter hvort að fólk vilja fleiri útafsketsa eða ekki hér í FM 95 Blöð. Þetta er eitthvað, ég gaman að það. Þetta verður fyrst eða mörgum. Já, fyrst eða mörgum vonandi en við setjum það í hendurnar ykkur, kæru hlustendur, hvort það haft gaman að segja ekki, þá setjið það inn á Twitter með hashtagið FM 95 Blöð. En hér eru auglýsingar og svo er það spurningakeppni Gilsarans og
Hvað var það aftur í dag? King of Laumuperri. Engar afsakanir, bara raunverulegur árangur. Byrjaðu nýtt ár af krafti í Bootcamp sporthúsinu og leyfðu okkur að sýna þér hvað í þér býr. Farðu á bootcamp.is strax í dag og skráðu þig. Coca-Cola kynir Right Along 2. You gotta do a sign. Ice Cube og Kevin Hart eru mættir aftur í frábæri grín og hasarleik. Put me in on it, James. I'm like half cop, half Puma. I'll get in your ass. Right Along 2. I cannot feel myself. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Thule og Dominos kynna Mið Ísland með glænýtt uppistand í Þjóðleikhúskjallaranum. Örfá sæti lausum helgina. Miðasala á miði.is. Livia býður 20% afslátt af öllum Nikotinell Livia tyggigúmi í janúar. Afslátturinn gildir af öllum bragðtegundum, styrkleikum og pakningastærðum af Nikotinell. Livia, lifið heil. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Útsalan í fullum gangi og það opið til 9 í kvöld. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Við höfum tekið í notkun glænýjan matseðil. Safran. Stór á krana á 550 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafenni. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. FM 957. Topp tónlistarstöðin. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. Það rólegt og kósi hérna einhvern veginn á förstu degi. Þetta Adele með When We Were Young. Já, vel við. Hér eru 3 fertigi kallmenn sem að reyna að vera ungir ennþá á FM 957. Ég sko svolítið yngri þig. Já, 4 árum. Já, samt þú 31 ás á árinu sko. Þú gleymir því líka stundum. Nei, það gaman að vera 31 ás maður. Nei, þú verður 32 ára árinu. Nei. Jú. Hvað ágerðu þú? Ég 84. Já, þá verður 32 ára árinu. Þið eru sko 75. Nei, við erum báður 80, þetta eru 4 ár. Kolbáður er 75. Já. Nú er Ásgeir Kolbeinn 75. Það er stórkostlega mannverð. Hann er bara kortir í dauða. Já, gaman fyrir þá sem er að hlusta, sem eru fættið kannski 70, viðlýsingurinn. En það er komið að, dagskrálið sem maður hræðist alltaf hér í þessum þætti og það er spurningakeppni Gilsarans. Já, þetta er... Ég er mjög spenntur, veitu hvernig þetta er. Já, þú ert alltaf mjög spenntur, en það er þetta voða þægilegt fyrir þig. Já, þægilegt fyrir mig. Fyrst að ég þarf að undirbúa þetta. Ég þarf að skrá niður stíginn. Já. Og þetta er ekkert þægilegt fyrir mig. Nei, það er líkt pressa. Ég minnist ekkert á það. Sko málið er, Björn Bragi, hann skráir ekki niður stíginn í Gettu betur. Hann les bara og það er eitthvað annar í því að skrá stíginn. Já, ég þarf að fá okkur í vinnu hérna. Það þarf að halda áfram að líka þess að við Gettu betur. Það er fræðilega spurningakeppni. Þú verður að keyra hérna trailerinn í gang og byrja því. Ég ekki gefa honum 2-3 sekundur svo vanlega bara. Já, ég skal gefa þér svona 10 sekundur. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. Akkurat, hann var svar akkurat núna, hann Egill og, þá spilaði hann svona 5 sekundum of lengi, sko. Já, en það komið, sem sagt, þetta er hræðilegt þema í dag sem ég hrættu við, sko. Hvað þema? Hvað sagðirðu? King of Laumuperra? Já, sko, Akkur finnst ykkur þetta slæmt að vera laumuperri? Hver heldur að vilja vinna það að vera kongur laumuperrans? Þetta er bara hræðilegt, þú heyrið það bara sjálfur. Ég er hrættu við þetta. Ég segi þið verið smá jákvæður núna félagatri. Við byrjum þetta bara, það er að keyra þetta í gang. Þetta er 13 spurningar, þannig að það er best að vinda sér í þetta. Já, bara klárum þetta. Þetta er bara að fara að fjalla um einhverjar dónalega síður. Nei, alls ekki. Það kemur hvergi fram, ég lofa því. Engan dónaskap, þú veist það. Hefurðu kíkt á Instagram hjá einhverju stelpu sem þú þekkir ekki? Kíkt? Alveg pott. Hvað minna? Maður að brása á eitthvað? Frægu fólki. Það er tóntur að báða hana. Já. Ég var til dæmis bara, ég datt inn á Instagram-reikningin hjá Kim Kardashian í gær, bara fyrir slisni. Já, ég mitt fyrir slisni. En þú veist, það er alltaf svona
Skrifar óvart Kim Kardashian í sörn. Nei, það alltaf Ég skammast mér ekki til að kíkja á hennar Instagram-reikning í fyrsta lagi. En varst að meina þannig, má þetta vera frægir líka og svona? En þú veist, það alltaf síða sem líka svona hvað heitt akkurat núna síða á Instagram. Eða ekki? Jú. En það sem sagt, ertu laumuperrið út að skoða Instagram hjá einhverjum? Þetta bara spurningi, sko. Þeir eru báður konur með punkt, með flott, sko. Við erum báður einu skrefin því að vera laumuperri ásins. Hefurðu lækað prófælmynd hjá einhverju stelpu sem þú þekkir ekki? Nei. Prófælmynd. Þarna ætla ég að vera hreinskilinn að segja nei. Sem að þekkir ekki? Já, bara þeir kannski líst vel á hana og kannski þekkir hann ekkert. Í fyrsta lagi á ég fjölskyldu og í öðru lagi þá ég bara með vini mína, allir sem ég ekki vinun eins á Facebook sem ég þekki. En þetta að skoða eitthvað og reksta á okkar? Nei, ég bara þekki allir sem ég með á Facebook og með newsfeedi mitt. Þetta að dauða færiblöð fyrir að ná punkti á. Ég vil ekkert ná punkti, en ég held að aldrei setja á einhverju sem ég þekki ekkert. Þú ert búin að vera einhleipur í 4-5 ár. Ég veit þú ekki. Nei, þá ég potið tala við hann einhvern tímann. En þú þekkir hann þá ekki? Næ, ok, setti punkt á mig. Já, þú veit, einhvern með single blöð hefur hent like okkur prófálmi. Hvað að því, sko... Er það perralegt? Þetta er bara stig í spurningarkeppni. Já, ég vil ekki stig í þessari spurningarkeppni. Er þetta ekki 8 á því? 2-1 fyrir blöð. Finnst þér þröngar jóga ræktarbuxur flottar? Flottar? Já, svona sem stelpur ekki í ræktin í dag. Er maður þá bullandi perri eða? Ég hún hrættu við þessa keppni. Ég myndi segja ekki bullandi perri, þetta king of laumaperri. Mér finnst það ekki, ég ætla að bara opna mig með það. Mér finnst fátt meira sexy heldur en svona flottar svona ræktaböksur eða stelpur í ræktinni. Sko Steindi, takk þetta fyrirmyndar, blöður hreinskilin. Já, ég hef bara, heyrðu þetta grínast, ég svo hreinskilin að það stundum ófægilegt í þessari keppni. Rósaðu fyrir þetta skilnaðu. Hérna, sko... Þú hefur ekkert mikið verið í ræktinni, en þú veist hvað tala um það ekki. Ég hef ekkert verið mikið í ræktinni, en þú veist, skilurðu, konan á svona buksur, fattaru. En mér veist buksurnar sem slíkar ekki flottar. Það eru á konunum myndið náttúrulega. Há eru það flottar. Ég blöður ekki að minna það að hanga okkur. Hvað er þetta að ruggla? Hvað heldur ég sé bara nýri Intersport bara að stara á einhverjar íþróttaböksur? Þú veitur að tala fyrir þetta á konunum. Þú ert ekki svona vitlaust. Þetta er king of laumaperri. Ég veit ekki. Ég er ekkert að þefa einhverjum buksum í Intersport. Ég er að tala fyrir að í ræktinni. Ég held kannski að væri bara hálfur inn í sport í ræktinni. Þetta er punktur á Steinda líka. Já, þetta er punktur á. Já, ok, þetta er 3-2. Ég er ekkert að segja að vera að stara á buksunar. Ég kannski myndi hafi mátaðir eins og niður tvisar. Þetta er spennandi. Og spurning nummer 4. Þú vilt ekki verið í þessu leikoti, ég sé. Nei, mér er líklega. Spurning nummer 4. Ég held ég sé að fara að fá punkt alltaf greinlega, sko. Hefur þið farið í þöng? Já, við erum búin að segja það 10 sinni með. Ég ætla að hætta að taka þetta inn. Næsta. Við getum ekki alltaf farið. Nei, ekki gerandi gæs, ekki svara þessu. Nei, ég verð samt að fá punkt, þannig ég verð að segja já. Þetta er ekki svona fyndið. Hvílíku fáið sem að... Hvað varst þetta að gera? Næsta spurning. Ég man það ekki, ég held ég að bara verið ykkur flippi. Bara eitthvað sem að herru, sá naríur og fer í það. Ég maður ekki að láta mig fara að tala við þetta. Sá naríur og fer í það? Sástu bara naríur, þekktu verði ekki að konunni eins og það? Þetta er bara pottitt verið heima eða eitthvað maður. Hvað, ég man það ekki, ég verður ekki oft farið í þetta helvíti maður, ég veit það ekki. Hefur þú hort á eftir stelpu sem mætir í Kringlunni eða Smáralind? Svona rétt svona glansað aftur hausnum, tjekkað aðeins á þessu, haldið áfram að labba. Viðurkenna. En það er ekkert eitthvað sem ég er alltaf í, sko. Nei. Já, ertu viss með það? Já, ég er nokkuð viss með það. Þú ætti að vera alveg hreinskilin í það. Já, ég horfi ekkert alltaf eftir stelpum, en það er alveg komið fyrir. Þú ert að labba með konunni Smáralind og þú mætir einhverju huggulegri, klórar þér eitthvað í hálsinum og snýrðir við. Nei, ég er ekki að labba mikið með konunni í Smáralind að horfa eftir öðrum stelpum. Nei, en ég var sjálfsögð einhvern tímann horta eftir stelpu. Ég ætla ekki að fara að ljúga því. Ok, það er punktur. En ég er ekki að fara sko. Nei. Ég var ekki að því bara í gær sko, bara með familíuna með mér. Hefur þið farið á Kentucky yfir hábjartan dag á virkum degi? Já. Nei, mjög oft. En það er perraskapur. Vel gæst, stig á Steindan ekki með. Steindin getur orðið laumaperri. En af hverju varst að gefa mér perrastig fyrir það? Ég næði ekki alveg. Hvers konar spurning lættist þarna? Hæ? Nei, finnst það að sjálf eitthvað skítið það? Hvað, ég hef farið á Kentucky meðan dag? Á virkum degi, sko. Já. Ekki á laugadegi. Það er ekki til þingun þannig. Og hvað, akkur ætti að vera eitthvað? Akkur er það eitthvað að því? Akkur er það perralegt? Akkur er ég að fá stig fyrir þetta? Já, ég vill ekki það stig. Þetta er spurningakeppni, Steindi. Já, ég vill ekki vinna þessa keppni. Nei. Áttu sýndaveruleika gleru? Nei.
Steindi með 2 í röð, vel gert. Enn og aftur, það ekkert perverlegt við það, ekki neitt. Já, nema sér pervert. Sko, Steindi komið með 6-5 fórust. Sýndarveruleika gleru. Og það er Ívar Guðmunds að labba inn í stúdíu og það er nú eitthvað perverlegt við það eitthvað. Það er 6-5 fyrir Steinda, en já, þú ert átt svona gleru, veist ekki? Jú, og líka fara... Þú meðvistundum á þig bara eitthvað? Nei, ég er ekkert með á mig, ég spila nokkra tölvuleiki á það, þú veist, en hérna... Steindi kom með fórustu? Já, ok, þannig að ég er að fá perrastig fyrir að vera nörd og ég er að fá perrastig fyrir að fara Kentucky miðan dag. Þetta er laumuperra... Já, einmitt, að ég er út í bíl eitthvað með mig syngja twister, bara klukka 3 á mig, ágæst að perra þetta Hefur verið fyrir utan að fyrirverandi eða einhverju stelpu með fréttablaði Kíki og Kleinurhing? Nei. Það sjálfsögðu ekki. Hvað sko spurning er þetta? Þetta er 100% þessu. Já, þú þarft ekki að spurning hvað heldur maður sé fyrir utan með Kíki og Kleinurhingi og hverja stelpu. Nei, það væri bara hendi gott stólkvöld eða eitthvað, ég veit það. Já, sem betur fyrir laus við það. Það sé bara eðlilegt. Þetta er bara fáránleg spurning. Þetta er bara ekki hægt, áfram bara næsta. Hefurðu verið í PlayStation með headset? Nei. Akkur er ég að fá perrastig fyrir það? Ég skil þetta ekki. Akkur er ég að fá perrastig fyrir að ég er komið tengjast í að fá sko. Það er 7-5 fyrir Stóni nú. Af því að ég er nörd og er gaman að vera í tölvuleikjum. Ég á Kentucky miðjan dagstæðin og ég er með headset því ég spila tölvuleiki heima mig. Ég á ekki að vera stig. Ég er alltaf að rústa þessari keppni. Þetta er alveg út í höfð. Hvað verið krindu sér laumuperrið? Ég veit hvert þetta er að stefna. Ertu að láta mig vinna? Nei. Hefurðu verið á flöskuborði á B5 eða Östur og vonast til þess að geggjaðar gellur tillir sér á borði hjá þér? Hver talar sem? Akkur það segir það? Við verðum að hætta með hann lið, maður. Ég nenni ekki að svitna í mínu megin útastættir, maður. Við verðum að hætta með þetta. Geggjaðar gellur? Já, ertu 16 ára? Hver orðar þetta svo? Geggjaðar gellur? Þetta er hræðilegt, maður. Bara hvernig þú talar. Hvað ertu? Þú er 36 ára árin. Ói, hvað þetta er vond, maður. Þetta er neina mér. Öndi, verður hreinskilur. Ég vil ekkert eitthvað geggja gellur komi. Nú, hvað viltu þá að ég tala ekki svona. Hvernig viltu þá að koma út með borð? Bara fellarnir. Fellarnir? Já. Og kannski einhverja dömu líka? Já, kannski einhverja huggulegt kvennfólk en ekki einhverja geggja gellur. Já, huggulegt kvennfólk og geggja gellur. Það er basically sama. Já, þannig að þú vilt ekki að sé huggulegt kvennfólk í kringu eins og bara konaðin og vinkona hennar og þegar þú fer út að drekka. Nú ætla ég að vera alveg 100% hreinskilinn. Gæti ekki verið meira saman ef ég er bara einhver staðar með drikk og nokkur félugum. Það er bara sáttur. Það er bara sáttur. Okay. Ég á ekki skilið, ég var búið að klína með 3 stigum sem ég átti ekki skilið að fá. Ég vill ekki stiguna. Byrju, hver dó að gera hann að stigaverðið hérna? Þetta er bara mjög basic. Þú vill bara fá geggja gellur alltaf. Sko, það er 7-6 fyrir Stóni. Er þetta ekki verið að búið? Já, þetta er verið að búið, sko. Þetta er mjög spennandi. Hefurðu verið í síðum frakka að labba utan dyra og nakina innan? Nei. Veitu, þú hefur verið alveg... Ekki einhverju flippi? Ég ekki að flassa bara út með rusli. Ég og Sveppi, ef þú ert að taka inn í svínasúpunni eitthvað svona, það er náttúrulega ekkert launverð. Þá er ég að leika, það var tekin upp skets í Öskilíða sem við Sveppi vorum eitthvað á tippinu þar að hlaupum. En ég fór ekki inn eitt frakka. Nei, þetta er nei á mig. Þú fórst ekki frakka? Þetta er nei á mig. Hefur aldrei farið út með rusli? Þú veist ekki komin uppi og svona anskotin út með rusli? Nei, það bara hoppa í joggingpeysu og buxur. Þetta ekki farið út með rusli en fara svona... Í bara í frakka og einhverju? Eins og, þú veist, aldrei. Já, bara... Ég held að ég hef alveg öruglega farið bara í úlpu. Og tippinu? Mjög ólíklega. Úlpu og bara engu öðru? Nei, bara svona hundinum út. Já. Og kannski hálrenni, já, í náttbuxum, já, ég ætla að segja nei á þetta. Ok, hefur þú sendt limumynd á Snapchat? Nei, alls ekki. Skrítið maður. Limumynd. Og hvað á okkur að geggja gellur það? Á maður að fara að senda á geggja gellur nú? Svo er það bara að koma inn á nútíman á þriðjudegi? Nei, ferskur. Ok, en að... Og sér spurningin, sko það er 7-6 blöð, þetta er síðan séns. Nei, ég vil ekkert jafna, Steindi er laumuperinn. Ég spila PlayStation og fæ mig Kentucky á virku degi. Þetta er bara alveg glata. Sko, þetta er mjög spennandi. Hefurðu girt niður úr þér fyrir framann ókunnugt barn? Ókunnugt barn? Nei. Svona út eitthvað. Aldrei. Hæ? Ókunnugt? Af hverju varst að spyrja? Hvað spurning er þetta maður? Af hverju anskotar varst að spyrja?
Gilt niður yfir frá okkur patna ef þú ert einhvers staðar úti. Já, þetta bara nei og báða, þannig að Steindi Gerði lítið úr þessu, bara, nei svona, ef þú ert bara eitthvað úti, skilur, við bara hefur ekki bara gilt niður. Steindi til hamingju, þú ert laumuperri FM 95 blöð. Hvers konar spurningar? Þetta er skellur. Innilega til hamingju, mikli meistari. Laumuperri, king of laumuperra, Steindi Junior. Hér eftir smá stund, Sturla staðrættir Ingo Veðuguð og fleira. Heilsuátak FM 957. Nú nýtt ár gengið í garð og að því tilefni ætlar FM 957 ásamt samstarfsaðilum að hjálpa hlustendur sínum að koma heilsunni í betra lag. Skráðu þig inn á fm957.is og þú gætir unnið mánaðarkort í heilsurækt frá World Class, Stacker 4 brennslutöflur frá sportlíf.is, gjafabréf frá New Balance, gjafabréf frá veitingastaðnum XO og iHealth Edge heilsugur frá Eirberg lífstíl Kringlunni. Allt sem þarf til að rækta líkama og sál. Fylgdu vel með og komdu þeir í toppform á nýju ári. Á Rísa útsölu Ellingsen færðu útivistafatnað, skó, grill, reiðhjól og allt sem þig vantar í skot og stangveðina á stórlækkuðu verði. Ellingsen, fullt hús ævintýra. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Staðan jöfn. 15-15 í hálfleik og Ísland byrjar í sókn. Hvað gerirðu þá? Auðvitað tippar á úrslitin í beinni. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. American Bar sýnir alla leiki EM í handbolta á 19 breiðtjöldum og sjónvarpum. Rif, hamborgarar og kjúklingavangir á matselinum. Boltabjór á tilboði. American Bar, nýji boltabarinn þinn. Carlsberg, léttöl. Þú skráir bílinn frítt inn á höfðabílar.is. Var áramóta heiti þitt að grennast? Stacker 4 brennslutöflunar vinna verkið. Það auka brennslu, gefa orku og draga úr matarlyst. Stacker 4 eru ekki fyrir viðkvæma. Sportlíf.is. Fæðubótarefni á betra verði. FM 95 blöð og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þeir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Þetta var Pitbull hér með Time of Our Lives. Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior með ykkur hér á þessum föstudegi og við erum komin með góðan gesti í stúdíói. Það er engin annar en Ingo Veðuguð, verður velkominn. Takk fyrir. Hvað segirðu gott? Ég er ferskur. Nei ekki? Ára að tala í mikrofónin. Já, er ég ekki að tala í hana? Já, hann það komið. Er það ekki bara að hækka í hann? Já, ég er búin að hækka hans í hann núna. En, já, það er líka... Vissuðu það, ég og Ingo, við erum frændur. Nei, það vissi ég ekki. Þið systkinabörn eða? Nei, ekki alveg. Af okkar voru bræður. Og fyrir þá sem er að missa landsleiknum að þá er hann byrjaður, það eru 4 mínútur búnar og það er 2-1 fyrir Noregi sem er ekki nógu gott fyrir Egill því að hann tæmdi reikningi sinna á Betsson og settir allt á Ísland. Ég tæmdi Betsson reikningin og Ok, verður hreinskil núna, við verðum alltaf að vera hreinskilin við hlustendur. Hvað varstu að veðja mikla Betsson? Já, ég var á Betsson reikningu var ég ekki með en á þessum reikningi með nokkra, það var ekki með 450 €. 450 €? Vá, það er svolítið mikið. 70 skall. Varst að henda 70 kall? En ég leiti á þetta sem örugga þægilega ávöxtun. Já, það er nóg til hjá einhverjum. Stöðullin var 1,95. Þannig að sér að ég náðst að dobla þetta. Þú veldur 65%. Eina sem ég byggði með bara vinnið hennar leik, eða flókið það. Já, og það er líka nóg til hjá þér, ég heyri það. En, já, Nóa, Ísland, Noreg, það er ennþá 2-1. Hvað er að frétta Ingo Veðuguð? Það er bara alltaf mjög svipað sko. En býttu, máttu kallan Ingo Veðuguð? Það er einmitt sem ég ætla að spyrja. Ástæðan fyrir vorum að líka að fá því heimsóknir, maður að lesa hérna, hvað eru Veðuguðinir hættir? Nei, hljómsveitin er komin í smá pásu sko, það er svona nafnasamkeppni á nýja hreyfingu sko, með bandinu. Já, það er sama band. Nei, þetta eru aðri menn, konur byrjar að spila með menn. Ertu að skipta út mönnunum í bandinu? Já, móðilega segja. Þú ert til að fara, það er eitthvað vesen á mæknum hérna hér. Já. Vertu bara eins og sett bara Vertu með bara varirnar á endanum á magnum. Já. Ekki vera feimið við hann. En byrju, ok, það er nafna samkeppni. Já, það var haldin keppni. Ok, hvaða nöfn voru að komin? Það var sko 3 efstu sætin voru Ingo og aðri minna þroskaði menn. Já, það er mjög gott. Ingo og hinir. Öndi kom í mötunum til dag, Ingo og rest. Já. Er það eitthvað? Það var komin þar. Það var komið núna. Það komið eða allt sko, því það var 25 skall í velun og 10 skall og Subway gjafabrif sem ég átti. Nei, ég held ég að fengi 1000 tillögur. En ætlar að halda áfram, ætlar að sérhæfa það áfram í veðurkonseptinu? Já, það var nefnilega pæling sko, komaði það góður hugmyndir eins og Ingo Veðuguð og Lægðinn. Já, mjög gott. Ingo og Lægðirnar?
Allar að frussa frá þér veðurkonceptinu, það búið? Ég veit, ég veit ekki, ykkur finnst örgulega að fyndi og því að við leiða þessu, Ég fyndi. og mörgum finnst það góðu brandar sem síma þetta, en ég get lofa ykkur ístrákar að oft á tíðum, núna veit ég til dæmis hvernig er að vera svona 9 ára gæi sem er kannski feitur og laður í einelti, veit ekki hvernig það er. Býttu fannst þér þetta orðið einelti? Ekki frá ykkur samfélagslegt einelti, þið byggu það til. Við? Akkvært mér, en sem betur fyrir var ég alltaf... Býttu, hvað erum við að heyra hérna? Ég beint útsendingu. Ég tekið þetta á mig. Við vorum ekkert að starta reynu svolítið. Var ekki ég, er ég partur af þessu? Öddi hefur alltaf verið hrekkjusvín líka. Þetta var svona bulli dæmi, vegna þess að sem ég hef lent í ítrekað er grimt einelti út af þessu veðuguð. Daginn til dæmis var ég á Subway, þetta er Sölsá, ég var í röðinni. Þá kom eitthvað snillingur, svona eitthvað tvítugur spaði úr MS, eitthvað eftir mér röðinni, eitthvað svona. Hvað segirðu, hita eða rista? Ég sneri mig svona, ég nefndi ekki að tala þannig, því ég vissi að hann var að koma eitthvað fyndið, sko. Ég kannast, þú hlýtur að hita, þú fílar hita. Það held hann áfram, sko, og ég lappaði burtu, sko, að segja orð, sko. En þá leið mér alveg eins og, sko, af því að svo voru allir vinir svona hlæjandi með, sko. En þá leið mér alveg eins og ég hugsa, þú veist, að þetta var svona, ég vildi, þetta var svona boðskapur að maður á ekki að leggja í einelti, því nú veit ég hvernig er að vera lagður í einelti. Það var þetta, það voru bara... Lappaður úr röðinu, keyptir ekki Subway? Nei, ég hætti, ég fór bara. Þú hætti bara við að köpa þér bát? Nokkuð líka sér ákveðu úr röðinu. Svona 3 og svona 2 á undan mér og gæði maður fyrir aftan mig, sko, og svo einhverju bafjana með honum, sko. Það byrjaði strax, sko. Þeir rákuðu úr röðinu? Ég nefndi ekki bara að ég segja orð, sko, og málið það, sko, þetta var nefnilega, þetta hefur snúist upp í höndun og okkur, sko, vegna þess að ég get ekki heldur sagt, herðu, vinur, grjóthaltu kjafti, því þá er hann eiginlega búinn að vinna líka, sko. Af því ég var allt svo pirraður þegar þið ringdu. Slús fyrir mig, sko. En hefur aldrei dottið í hug bara að fara, þú veist, alla leið með þetta? Bara gerast bara veðurfréttamaður? Eða eitthvað, kannski ekki alveg gerast veðurfréttamaður, en svona... Það verður með pistla bara veðrið. Já, svona, þú veist, það bara spjall, þú veist, hitta, já, mér bara finnst mjög þægilegt að vera í hitta og... Út af því að Siggi Stormur til dæmis, hann fyrir núna á Subway, þannig ekki hann að piki hann, þú hitta eða rista, og það er bara the weatherman, og það er einhvern veginn all in í veðrið, fólk það þetta fyrir á. Vantar ekki bara hæslu veðrið? Ég hef alltaf verið drullur hress með þetta, en ég vil samt geta gengið bara óreittur veitingastæði bæinn, eins og hans að sé eitthvað ábjörn að spurja hvernig veðrið er á morgun. Ég tengir þetta smá við líka, þegar ég kannski eins og daginn labbaði inn yfir Laugaveginn og þá kom maður og skrúaði niður gluggann, einhver strákur og var að kalla á mig Detective Stonefucker og eitthvað svona... Já, en þetta er bara hluti af því, stráka mín, að vera... Svona upplefni sem þeir byrjuðu með. Já, en að vera í fjölmiðlum... Að mínum að þetta er dæla svolítið eins og Öddi og Egill eru þessi, sko, þetta eru hrekkjusvín, sko. Kemur úr hörðustu átt, Steinþór Hróar Steinþórsson. Ég veit til dæmis Auður Blöndal, þegar hann var á Sauðárkróki og var svona upp á sitt svona besta og upp á sitt svona á þessum bulli árum, þá var hann að láta, sko, nördana hoppa og hlusta eftir svona klinkhljóði og svo rænda á. Þetta er Steindi að lýsa sinna æsku því að Dóri TNA hefur búin að segja okkur öllum hérna að Steindi var bulli í Mosfellsbæ. Alls ekki. Og hann var að berja krakka. En allavega þegar, sko, við getum alveg verið að henda bolta mitt og rífistum með andalust, en það var allavega verið að, sko, fæla Ingo okkar úr röð og söfni. Það er þetta ekki nóg gott, ég veit ekki hérna. Ég ætla þá að nota tækifæri Ingo og biðja þig afsökunar á þessum símtölum, þessum grínsímtölum, sem ég spurði hvernig... En þú varst nú búin að segja... Það gæði hann afsökunar sem var alltaf lagður í einelti og kom svo 10 ára setna þegar hann er þunglindur bara á einelti. En ertu... Þú ert nú ekki þunglindur. Þú ert ekki að spá í að... Þú ert ekki að sækja eitt Remington og varalita þig. Nei, lífið leiku við Ingo. Í kringluna. En það er samt, sko, þetta grín var nú byrjað áður hann við byrjum að stríða í FNÍ blöð með veðrið, ekki? Nei, þú veist, það allavega, sko, ég náttúrulega svaraði alltaf þessum símtölum og lék mig sem einhvern algjöran fábjána, sko. Og ég var ekki að gera með neitt greiða, sko. Ég held þetta væri bara fyndið, sko. Svo eftir og það náttúrulega fattaði, þú veist, það voru bara kannski 50.000 mann sem hugsaðu, þessi guður, hann er fábjáni, sko. Það talar við hann eins og fábjáni, og ég get lofa það, sko. Það er þannig, sko, þegar ég spurði nei, Ingo, mættu, hvað er ekki sól og blíð? Þetta er skelm. Ok, veistu hvað þarft? Núna er þetta oft líka, sko, þegar menn eru, nú þarft þú að verða bulli, sko. Ingo og fantarnir, eða eitthvað svona, Ingo og hrottarnir. Eitthvað sem enginn þorir að segja neitt. Það veit það bara, þú varst náttúrulega að það kallar Ingo í Idolunu, þannig að þú ert búin að fara frá Ingo í Idolunu yfir Ingo í Veðuguna og svo núna nýtt. Yfir Ingo og morðingjarnir. Það væri fucking gott ná. Ingo og handrukkararnir. Já, Ingo og rukkararnir eða Ingo og morðingjarnir. Ef einhvern ætla að vera eitthvað að bögga Ingo, herri, hérna, hvernig ætlar að hitta þennan báta, það bara komni menn. En þú veist, þetta eru bara alvöru handrukkur. Akkur ekki bara kenna handrukkurum á hljóðfæri?
En Ingo, maður spyrja þig og hringir í það. Heldurðu að þú breytir nafninu að þú munir ná að takast að þetta er alveg hárrétt. Já, út af því að sko ég Jú, með tímanum. Ég og vinn sem heitir Ingþór og heima á Akranesi og hann er alltaf verið kallaði Pungþór. Hann heitir Ingþór og kallaði Pungþór og kallaði frá því að þið voru bara, veist, klára 10. bekki Hann er að vera þertur í dag. Hann er ennþá kallaður Pungþór. Ég veit ekki Áttu ekki annar vinn sem er kallaði Fróarinn líka? Jú, pókerfrávarinn, jú. Þetta er frábær nöfn á vinninu. En þannig að heldur þú að Ingo the Weather God, the Weatherman, Ingo Weathergood Ég var til að heita það, sko. Ég var líka að hugsa hugmyndi vann og bandi heitir bara Ingo Weathergood en það er svona frekar en að halda kannski veðurkonceptið, það var kannski frekar að halda guðakonceptið. Það kom ein hugmynd að við myndum heita Ingo Weathergood og Amen. Það er bara nokkuð gott. En svo er þetta líka, Ingo, ekki það, við höfðum mjög gaman að hringi og að því að þetta fór í töðuna með viðurgrín og það allt og líka það er mikill munur að leggja einelti eða vera að stríða vini sínum og það er að ég nú veit að það eru krakkar og úlingar að hlusta. Það er mikill munur ef þú ert að stríða viniðinum á einhverju eins og bara við djókum Ingo og Ingo djókur í okkur heldur en eitthvað sem þekkir hann ekki neitt. Það er svona meira kannski svona alvöru búli myndu segja sko. Nei, hvað, má ég ekki stríða þér? Er þið þá að leggja einelti? Þú ert að stríða mér hérna allan þáttinn. Það er sér sköllóttur og svo má líka ekki gleyma því að þetta fylgir líka bara verið. Hvað heldur ég sé búin að fá oftir ég er á skemmtistað að fara að panta með drikk og fá sér ógeðisdrykk? Það er líka ekki kallaði Cash líka. Hey Cash! Jú, þetta er inn, það er ykkur að þakka. Cash blöndar. Þú átt nú á Cash, af hverju kallar þetta ekki Cash? Þetta blöð vill ekki vera Cash, það er basically laust. Byrju, er Cash laust núna? Já, Ingo getur ekki Cash. Hann vill ekki taka nafninu, gáði hann rándist nafn, alltaf hvað standið því? Þú getur alltaf að heita Cash Blöndal. Ingo Cash. Ingo Cash, já, eins og Johnny Cash. Já, ég sé svona léli Johnny Cash eftir. Byrja að síka ekki djúbrætt. Ingo Cash. Ingo Cash. En það eru fleiri fréttir, það er ekki bara að vera að breyta nafninu. Þú ert á leiðin í Eurovision, eða ekki? Já, við erum það gátt í Eurovinu. Já. Það er mikið með það, meistari. Og hvað er það, frumsami lag eða? Já. Ok. Hefur þið gert áður? Já, ég samtið hann að laga sem heit Startu upp með hljómsveitin Blár Opal, svona One Hit Wonder. Já, samtið þú það? Já, ég samtið það. Ok, það munaði náttúrulega bara háspita það en farið áfram. Já, það fekk flest atkvæði, en dómnefndin. Listarinn á dómnefndinu. Sama gamla klíkan. Sama gamla klíkan. Og hvað heitir nýja lagi? Fátakur námsmaður. Fátakur námsmaður, og er það svona hressandi eða? Já, svona rock. Ef þú veist einhver tíman Eurovision tips, þú ert með símanúmerið mitt, þú er hinn hvenna sem er. Já, þú tókst annarsættin hérna. Já, ég Friðrik kom að pakka það með saman. Ef þú ætlar ekkert að nota Egil í eitthvað, bara ekki vera að setja hljóðfærin í samband fyrir hann. Þú ætlar bara að láta bara vera, gera eitthvað svona rugl á kantinum og verður með þetta á playbacki. En hvernig er helgin hjá Ingo? Það er Þorrablót, Keflavík á morgun. Ok. Herru, svo ertu líka 23. upp í Mosó. Ég er að fara á Þorrablót og þar ert þú að... Býtu, eru bara allir sem komið inn að fara á Þorrablót sem þú ert að fara á? Ég myndi segja að Þorrablót í Mosbæ væri sennilega stæðsta og besta partí sem við getum komist í hérna á Íslandi. Ok, það er ekkert annað. Það er bara svo leiðis. Og helgin, bara ferskur? Já, bara panta pizza í kvöld eða eitthvað. Já. Það er bara ein medium cheese bara og 10 hot wings. Eitthvað svo leiðis, Hvert hringir þú pantaði pizza? Dóminus bara. Síðast rúast ég á okkur Ingo, þú ert nú alltaf mjög hreinskilinn viðmælandi, það sem ég elska við, er kallinn ennþá ástofanginn? Já, mjög ástofanginn. Já, gengur vel bara? Já. Æsilegt. Hvað eru þið búin að lengi saman? Það er 1,5 ára eitthvað slags. Líka leiku við Ingo the Weatherman. Já, en hvenær fá að heyra svo nýja nafni á hljómsveitinni? Ég veit ekki, það er ennþá atkvæðagreiðsla í gangi, sko. Það væri mikill heiður, ég mekkert ekki pressa á því, ef það myndir kannski vilja tilkynna þjá okkur, það væri geggjað, en ég er ekki að setja pressa á það, þurfa að gera það, sko. Það væri geggjað. Já, það myndir tilkynna hérna og við myndir plugga í drasla og myndir koma hinga og tilkynna, það væri stórkost. Hér og nú eða bara kannski næstu viku? Nei, kannski bara næstu viku, þegar það er búin ákvæða. Má ég spyrja ykkur, sko, hvað finnst ykkur vera best af þessu þrennu? Ingo og Amen, Ingo og A-liðið, Ingo og Gleðipinnarnir. Mér finnst Ingo og Gleðipinnarnir vera bara eitthvað, þá ertu bara að fara að halda gík á Kringlukráni, sko. Mér finnst Ingo og Gleðipinnarnir. Ingo og Sérsveitin. Ingo og Sérsveitin er að geta? Sérsveitin er fínt, sko. Hvað er það? Sérsveitin A-liðið? Amen. En Ingo og Rest? Það er svolítið dissandi fyrir hérna sem er hljómsveitin. Þeir ljóta að finna húmórin í því, eða ekki? Bassalekarinn og er bara, þú veist. Ég myndi segja mitt atkvæði fengi Ingo og Amen. En Ingo og Morðingjarnir? Pæling? Sko líka út af því. Ingo og Morðingjarnir? Til hljómsveit sem heitir Morðingjarnir. En ekki Ingo og Morðingjarnir? Ingo og Amen. Jesú er að fá rosalega mikinn skít núna á Íslandi. Það er allir gullið Jesú og
Þannig að var að henda svolítið bakk upp á hann. Já, var að bakk upp Jésu með Ingo og Amen, sko. Já, Ingo og Amen fær mitt atkvæði. Ingo og Amen, ok. En þú tilkynnaði svo hér í F9 blöð, ekki? Jú, Glæsilegt, alltaf gaman að fá Ingo í heimsókn og já, þú kemur nú líka hérna og pluggar þegar að fara að kjósa þig Eurovision. Þú ert okkar maður, Ingo, þú veist það. Já, svona eitt að lokum, Ingo, hvernig hérna á að vera frost áfram með það? Svo segir hann að ég sé búliðin í sem þættið maður. Byrjaðu nýja árið með látum. Í World Class finnur við fjölbreytta opna hóptíma, spennandi námskeið og fyrsta flokks heilsulind. Korthafar fá ótakmarkaðan aðgang að 10 stöðum og 4 sundlaugum. World Class, þar sem hjartað slær. Pepperoni og pizzasósa og leyfðu svo ostinum að bráðna yfir dásamdina. Pizzabátur bátur dagsins á Subway á aðeins 599 krónur. Langar þig að eiga allar treyjurnar sem Pele spilaði í ævina? Það 145 milljóna risapottur í getraunum helgina. 1x2 í tippum. Klassískur, pönnu, löfléttur, ítalskur og glútenlaus. Já, á Dominos getur þú líka haft botnin glútenlausar. Þú velur Dominos. DJ Muscleboy sem nýlega var valinn skapnasti DJ heims af hennu virta tímariti Glamour þakkar Fitnessport Faxafinni fyrir árangurinn í ítalugu forsíðu viðtali. Fitnessport, fyrir fólk eins og þig. Stór útsala tölvulistans í fullum gangi. 1000 tölvuvörur á alltaf 70% afslætti. Tölvulistin. Útsalan í fullum gangi. IKEA. American Bar sýnir leik Liverpool Manchester United næstkomandi sunnudag á 19 breiðtjöldum og sjónvarpum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinum. Boltabjór á tilboði. American Bar, nýji boltabarinn þinn. Carlsberg, léttöl. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Það hár rétt að Keiluhöllin Egilshöll sem færir ykkur FM 95 blöð og við þökkum kærlega fyrir það. Talandi Keiluhöllin Egilshöll og þá einmitt verið að sína handboltaleikin þar. Ísland-Noregur. Staðan 7-7 og Ísland í sókn. Þetta virðist alltaf vera komast yfir. Já, það hérna mikið undir hjá Gilsanónum. Hann stressaður en við en ekki það. Heldur alltaf Ísland á stórmóti. Bara Ísland vinnar leik. Þessi væri svona skemmtilegu bónus sko. Hverjar eru líkundar Ísland vinna þetta? Ég veit ekki, mjög það, veitir hvað, ég ætla að vera hreinskilin. Mér eru aldrei fundist þér að jafn lítið böss yfir, þú veist, EM. Já, það myndi engi vera að tala um hennar leik. Það kemur strax böss ef við myndum vinna þennan leik. Nú ert þú að gambling man, Ingo, viðguð, settið þú eitthvað á hennar leik? Nei, ekki krónu sko. Nei. Meira spenntu fyrir spilakossunum, það svona hraðara. Fyrir spil? Skelvilegt sko, ég veit að ég hefði ekki, þannig að ég bara kvört á það sko. 100-skallin getur bara farið bara á 10 mínútum. Hefur þú tapað 100-skalli í spilakassa? Það ekkert mál, 5.000 Í alvegni? Það betur leiðunum að svara. Það fullt af mönnum að tapa meira en það sko, þú veist, bara nýri gullnámi bara á, þú veist, tímum sko. Ef ég myndi fara í spilakassa þá myndi mér finnast geðveitt, ég myndi vinna 100 ár. Ekki 5.000 skall fljótur að fara í kossunum í dag? Já, þú veist, hámarki sem getur bettað kannski 300 kall. Stundum bara koma 10 sinni mjög röð, þá áttu 20 skall eftir sem þýðir þá 7 bettað eða eitthvað. Þannig að þetta bara... En við vorum hérna... Ég geti verið helviti snöggur að spæna 5.000 kallan í Bugsy. Já. Ég myndi henda mér í Bugsy, góðan Bugsy. En við erum núna allir konum með reikningun á Betsson og við erum að veðja á íþróttaleiki í og Egill en steindir oftast í eitthvað svona skafmiðum, ertu eitthvað í því á netinu? Skafmið á netinu? Já. Í halvurunni? Já. Ég ekki í neinu skafmið á netinu, hvað er það að bulla? Hvað er það að segja það? Hversu líklegt það? Ég fara að kaupa mér eitthvað skafmið á internetinu. Hvað heldur ég sé, hálfvitið? En það er komið inn tími á virtasta dagskrárlið FM 95 blöð og það eru sturlaðar staðreyndir, eru tilbúinir það drengir? Já, við erum klárir. Sturlaðar staðreyndir. Ingo, ætlaðu þú ekki bara með okkur í þessu? Hversu sturlaðar eru það í dag? Kannski ekki sturlaðar en þær eru alveg áhugaverðar. Og hér kemur fyrsta. Það eru 775 herbergi, 92 skrifstofur, 78 baðherbergi og 514 hurðir í Buckingham Palace. Í höllinni hann í London. 775 herbergi. Og hvað búa margir á það? Það veit það. Já, bara konungsfjölskyldan og einhverju sem að vinna þar. Þetta hvað væri samt leiðilegt að vera það. Ég myndar á væringstar í húsinu og þú þyrftir raunni sko, það væri kannski kílómetri 2 í næstu mannisk. Já, það er bara þannig.
það bara ekki hægt, sko. Þetta er eitt smá stórt, maður. En það var gott að hafa headset og PlayStation sem við getum talað við næsta mann. Akkurat, þið finnst vera hálf perralegt að eiga. Svona laumurperri eins og Steindi. En já, það skellur. Ef þú mættir núna bjóða mér að búa frítt í Buckingham Palace, ég myndi segja nei takk. Jú, myndi alltaf segja já. Nei. Jú. Það er ekkert huggulegt það og ekkert næs og mér myndi lega illar. Myndið þú flytja í Buckingham Palace frítt eða verið búið það, Ingo? Já, ég myndi að reyna að leigja á Airbnb, sko, allir þessi herbyggi. Já, ok, ég væri enda til í það. Það myndi myndast einhver stemning inn í matsal á kvöldinu og það væri allir einhver allsber þjóðveri í labbandi og eitthvað. Það væri skemmtilegt, sko. Ok, það er næsta. Annars ekki. Fólk virkar gáðara ef það horfir beint í augun á öðru fólki sem það tala við. Þannig að ef þú vilja virka gáðar drengir þegar þú eru að tala við fólk þá er að horfa beint í augun á viðmælanda. Eða bara kaupa sér gleru. Líka. Það er ágætt trikk líka. En sko, ég líka segi sjálf, þú horfir niður í gólfið og ert eitthvað svona skömmur til að tala við eitthvað, það virkar ekki mjög gáðar, það er bara hannig. Nei. Í miður. Þetta ekki, þú veist, og líka svona, mér finnst það svo leiðilegt að þetta er líka að tala um að taka fast í höndin á fólki, eða þétt. Já. Mér finnst ekkert leiðilega að hitta ykkur að kalla sem haldi sé ykkur í kallarinn, eru náttúrulega bara ykkur djöðslúðar og taka úrslega fast, svona of fast í hendina manni, eins og þau séu ykkur með að sína manna þau séu sterkir eða eitthvað. Hafa ekki nefndi? Jú. Ói, bara sterkir. Ég lendi meiri en þú, sko, ég er vöðvakallinn, sko. Já, Egill lendur örugglega mikið. Krista hendina mér, sko. Já, vilja alltaf krista hendina þér. Því skilir þetta ekki. Franskur koss reynir á alla 34 vöðvana í andlitinu á meðan að venjulegu koss reynir bara á 2. Tala hefðbundi sleik bara? Já, bara franskur koss, bara sleikur. Það eru 34 vöðvar í andlitinu sem var í það, en ef þú kissir bara svona og þá er það 2 vöðvar sem þú notar. Ég var nú alltaf sagt að slellin er vannmetinn, sko. Hvað er langt síðan að Ingo Viðuguð hendi einn franskan? Það er bara 12 tímar. Ó, 12 tímar síðan? Já, bara góða nótt. Fyrir 12 tímar, bara slelli hjá Ingo. Svo er það næsta. Þegar best gekk á Pablo Escobar þénaði hann $60 million á dag í kókaínsölu sem gerir 7.800 milljónir á dag. Ef þú fengir það sama, auðvitað, myndið þú byrja að selja kókaín? Nei. Ef þú fengir sömu upphæð og það er því ekki böstað, þú gætir fengið 1 ár og ef þú myndir hætt eftir 1 ár þá myndir þú sleppa en þú myndir selja kókaín í 1 ár á kassin. 7.800 milljónir á dag. Ég held að blöður er fýtt kóksali. Já, ég held að þetta er vel. Við barast ekki segja þetta. Jú, bara á rúndinum einhvern veginn. Hvernig veist þú það? Nei, það væri bara flottur á rúndinum einhvern veginn. Á rúndinum. Svo er það næsta, 50 Cent, hvorki reykir né drekkur. Það komið pínu óvart, ég ætla að hann verið svona djammari. Ég kemur ekki oft með sígarettunar, sko, en þú veist, hann reykir pottit cannabis, hann reykir jónur og drekkur, þú veist, skilur við? Hennessy og... Hann reykir, hvorki drekkur né reykir, þannig að þá er hann... Fucking PMP. Ég segi það. Þetta er hann að drekka bara vatn í öllum sem vídeum, er hann nýhættur? Ég veit það ekki, alltaf stendur hann drekkur ekki og reykir ekki. Ok. Hann er bodybuilder líka, hann er edrú kallinn, hann er það, hann er edrú. Hann er edrú. Svo er það næsta, meðal manneskja hringir 1140 símtöl á dag. Nei, ári hérna segir. 1140 símtöl á dag, það var ekki rosalegt. 1100 símtöl á dag, já. Ég er hættur að hringja, ég hringi aldrei þetta, ég hringi svona 10 símtöl á ári í dag. Já, þú sendir alltaf bara SMS. Ég er bara iMessage, kannski Snapchatti þar eða Facebook-chatti. Maður er svo lengi af því, maður. Mér finnst miklu þær að hringja símtöl. Þú hringir mikið, Já, ég er rosalega mikið í símanum. Ég nota bara chatti. Þá sendur þú skilaboð, fær svar, sendur aftur, fær svar, svona fyrir boltin áfram, svo allt í hennu er ekki eitthvað gaurin, þú veist, manneskja sér ekki síman sem sendið þessu, kvöldi þá ertu alltaf að dútli sömu málunum. Mér finnst miklu þær að taka upp á síman, klára eitthvað mál, heyri á morgun, í næstu viku, hittust á og bröllum eitthvað, leitar. Ingo, ertu meira fyrir að hringja að senda? Ég er svolítið hrættur við að svara í síma, þá held ég festist í ykkur spjalli, sko. Ég er SMS. Nú ert SMS. Næsta spurning, næsta staðurinn segja, kanínur geta ekki gubbað. Svolítið skemmtilegt. Ég vissi þetta ekki. Kanínur geta ekki gubbað? Nei. Ok. En á myndir hellina kanínur alveg blindulla. Nei, hún myndi ekki gubba. Hún geti ekki gubba. Nei, svo er það næsta. Marihuana er bannað í 48 fylkjum í Bandaríkjunum en að hafa mög við hesta er aðeins bannað í 27. Já. Þannig að vera, kanin þar allir að berjast fyrir að láta löglega marihuana að núti, þannig að það er svona bara að sína fram á hvað er fáránlegt. Já. En ég meina, já, þú getur bara, skroppið til Texas eða eitthvað og bara hitt eina góða hrissu og heim. Allir sáttir. Þú verður alltaf ekki handtekinn fyrir það. Það er bannað á Íslandi? Er það bannað á Íslandi? Ég bara þekki ekki. Það ekki að handtaka annarkvæmt bónda eða? Ég ætla rétt að fóna sér bannað, þetta er bara dýranýð, eða ekki?
Jú, sjálfsögðu. Þú nú svona mest Það sé í lögum sko. Já, ég meina, þú veist, ég veit ekki, ég meina kannski, þú veist, kannski ef þú hittir réttu rissuna, kannski hún í gír og bara til í kallin, ég veit ekki. Ert þú hestamaður mikill, Ingo? Nei, ég fara eitthvað 2 ára hestbæk, svona skilduferðalögum. Fótboltaferð. Með pelan inn á þér og alveg hauga drukkin. Það var alltaf mjög gaman. Já, stefning. Svo það síðasta stjórnlega staðarinn dagsins. Fólk mun hreinskilnara og tilfinningarnæmara seint á kvöldin. Heldur en á daginn. Heldur en fyrir bara dags. Já, og það er svolítið til í því. Maður fær oft bestu hugmyndar sína á kvöldin og... Ég verð oft bara meir á kvöldin, sko. Já, ég líka. Maður kannski búin að keyra sig út allan daginn og svo maður bara komin heim og maður bara svona alveg. Þá fer maður bara svona í, sko, þá verður maður bara alveg, sko, ég veit ekki hvernig orða það. Ertu á grátandi bara einn heima? Já, þá bara liggur maður upp í sófa, bara, Það fylgdi eitthvað sögum, svo margir sem sippa eins í sig á kvöldin og verða þá svona tilfinningarna. Ég ekkert í sötri, stráður. Nei, ég sjálfur að lítið verið svona... Ég engin södrari, sko. Ég meira þess að sko reynistundum ofta að verða södrari, svona, nú ætla ég að vera eitthvað svona, einn aðeins þessu gæðin sem sest fyrir svona sjónvarp og drekk nokkra bjóra. Svo ég nenni aldrei, sko. Ég sofna bara eftir 1 bjór, sko. Ég hef líka, sko, þekki ekki þá tilfinningu þegar búin að ákveða eitthvað svona seint á kvöldin þegar þú að fara að sofa, já, og morgun ætla að gera þetta og þetta og svona ég er ekkert að segja þú ætlar að vera betri maður en þú svona, já, vá, bara morgun ég tek þennan dag alveg um trompi, svo vaknar þú bara þreyttur og byrjaður og þá ertu gjossanlega búin að gleyma hugarástandinu sem var þarna áður og fórst að sofa. Menn gera það allan daginn. Mér finnst líka og ég er ekkert að vera sammálaður alltaf. Mér finnst að ég er bara að vera með skoðun í dag og svo ertu ósammála morgun, sko. Maður á ekki alltaf að segja einhver eina pælingu og vera alltaf sammáli, maður á bara að gera eitthvað maður. Já. En það ekki, þetta snýst um það. Eins og í flugvél, ég meina, ég hef beðið til Guðs og er trúlaus bara að ég komist heim úr einhverjum, flugvél nýri einhverjum bullandi hristing, sko. Ertu trúleysingi? Já. Ok, skellur. Bullandi hristing? Ekki alltaf grípa bara eitt orð og reyna að tekja Þetta voru sturlaða staðarindir þennan föstudaginn hættu þessi hil. Það er hristing. Það ertu 6 ára. Það getur þýtt eitthvað annað. En Steindi er búin að væli þessi en mættu minn í dag. Nú ætla ég að reyna að losna við þetta töði ánum Steindi. Nú getur þú hægt að væla. Ég get ekki andað, bakið orðið sveitt og ég perla í framann. Með langa pínu heim en það er samt alveg gaman. Þetta eru Steindi Junior og Egill Ólafsson með áramótaskaupalagið Allir með. Akkurat. Þetta er uppáhaldslægið mitt dag. Já, takk fyrir það. En það er komið að lokum hér hjá okkur í dag. Staðan er 11:10 fyrir Noreg í landsleiknum og það er að koma hálfleikur. Já, það eru 10 sekundur eftir af fyrri hálfleik Ísland með boltan. Það var nú gaman að myndi jafna þetta fyrir hálfleik. Þetta er ekki leikliðan, við getum ekki lýst þessu fyrir ykkur í lokin. Spurningum að bara fá eitthvað leinivopn inn og ringja bara í Valdimar Grímsson og Já, fá einhverja gamla kempur á það, bara Geir Sveins á línuna. Fá bara eina kempu að inn og þá getur alveg, leikurinn getur gjörbreyst, án gríns, ein kempa er nóg, sko. Já, Óli Stefánu með múti. Já, hvenær byrjar, Ingo, hvenær byrjar Eurovision eftir? Það styttist í þessu... 7. febrúar, svona fórkeppni. Já, ok. 7. febrúar, maður. Þetta er dett inn, maður. Við munum peppa okkar mann þar, það er ekki spurning. Sjálfsögðu. Það er komið að lokum hér í dag. Við ætlum að koma Ingo alla leið núna, hann er að fara og taka þátt. Hvað er keppnin haldin núna? Bara í Stokkólmi. Já, mjög veisla. Ég mæti mögulega. Ég var alveg til að fá mér eitt góðan kebab bara í Malmö og fara á keppnina. Já, smá snus eða eitthvað. Hérna, já, Ingo til Stokkólm, það er bara þannig. En það er komið að lokum hér í dag í FM 95 blöð. Við þakkum kærlega fyrir hlustunina. Ingo, takk fyrir komuna. Alltaf gaman að fá þig. Alltaf gott að sjá þig. Vonandi hafið það gott helgina, kæru hlustendur, farið varlega þeir sem eru að fara út að skemmt ykkur. Svo náttúrulega Manchester United Liverpool eða Liverpool Manchester United á sunnudaginn, stórleikur. Og já, ég veit að það verður mikið húlumhæ í Keiluhöllinni. Já, ég glemdi alltaf að nefna við, hérna, mínu menn í Newcastle bara, er jafn góður og þínu menn. Þegið. En já, eins og ég segi, takk fyrir okkur og við heyrumst næsta föstudag í Fanta Víling. Allir. Ég ger það, þú ger það, við erum öll í þessu saman. Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á EM. Vertu með í hálfleiknum á ob.is og hafðu lykilinn kláran. OB og strákarnir okkar. Coca-Cola kynir Right Along 2. You got a new assignment. Ice Cube og Kevin Hart eru mættir aftur í frábæri grín og hasarmynd. Put me in on it, James. I'm like half cop, half Puma.